Það ekki að gera eitthvað núna í vikunar. Jú. Feilaði síðast, af því að ChatGPT fannst ég vera að brjóta Gegn mér? Já, ég er sammála. Skilmálum, eitthvað svona. Ég er sammála ChatGPT. Já, kæri hlustandi, það er 5. lótan sem heildaði ykkur á fallegum, ógeðslega ljótum stormdegi. Stormurinn Lóan er komin til að kveða burt snjóinn í þetta skipti. Það er ekki að fara að gefa þessum stormum á Íslandi svona kvenmannsnöfn eins og stormunum í Bandaríkjunum. Já, það ekki? Jú, ég er að stið það. Já. Eitthvað svona stormurinn Helga. Og allir sem er konur sem er Helga er bara sem verður slæmur. Já, herru, síkka, ég stið þetta. Ekki. En þeir heita, en stormur í Bandaríkjunum, þeir heita líka eftir, köllum við það ekki? Það er ekki alltaf eitthvað konur. Er ekki... Jú, þegar þú segir það. Það ekki? Jú. Konur er svo stormasamar. Já, tjóðið er þetta ógeðislega fyndið maður. Herru, ég var ekki maður að fatta það. Já, herru, þú slóst með alveg út af læginu. Herru, en það er ljótu dagur í dag, en það er drekklaðin og fallið dagskrá, hins vegar, og mest sem við þarf að ræða. Allt og mikið. Allt og mikið. Þetta er verið minni alveg nótt, sko. Já, þetta er sko, þessi þáttur ætti að vera pay-per-view, 15. lótan 199. Já. Herru, fyrir maður sér það sem við þurfum að diskutera. Númer 1. Það er búið að fresta nefnilega kvöldurinn á Skólbeins. Það er UFC, Adesanya móti Joe Pyfer, sem við höfum ekki drætt út af bara sökum Anna. Já, þú alltaf og byssið með kærastunni til að hafa tíma fyrir mig og podcastið. Já, þið erum nú á þriðja hjólið. Ég get bara komið með kærastunni hingað, við getum bara verið í sleik eitthvað og ég reynt að tala eitthvað smá og þú getur sagt hluti, skilur. Það myndi hljóma eitthvað eins og eitthvað sem þú myndi gera. Já, ég er opinn fyrir þessu, þess vegna var ég að stinga upp á þessu. Herru, það er Reykjavík Open 3, það var haldið síðustu helgi. Já, þannig að lesum það bara inn á mmafréttum.is. Svo fengum við helgina UFC Moicano móti Chris Duncan ásamt nefnilega bardaðanum með milli Wilder og Chisora. Þetta er Sosa. Hann virkaði eins og heldur Sosa þarna í hringnum, sko. Já, bara eitthvað að flei einhverjum. Já, það var ekki glæsilegt. Og síðast en ekki síst þá er það UFC næstu helgi, UFC 327 frá Haska móti Ulberg. Ásamt Tyson Fury á móti Makhmudov í bóksinu. Hvað mikið að gera? Hvað er að gerast? Já, getið bara, veist, one thing at a time, please. Já. Sko, dagskrá 50 lótunar er orðin einhvern veginn svona svona yfirgripsmikinn og flókin. Þetta er svona að fara að minna svolítið á ástarlífið þitt. Já, það? Já, ok. Það er svolítið erfitt á. Ég haldi utan þetta. Já. Það er gaman að þessu. Það er gott að enginn hlustar á þetta podcast. Já, það er enginn hlusta. Ég er svo ógeðislega nývaknaði, sko. Ég til dæmis nýskriðin fram úr, fór beint út í storminn. En byrjum á byrjunni, kvöldi sem aldrei varð. Já, kvöldi sem aldrei varð. Það er svekk, maður. Hvað er málið með það? Svona er þetta, fight game, víst. Já, það er Kolbeinn meittist á hné, hann er búin að vera tæpur í, held ég, hægra hnénu. Já, ég hef eitthvað til að reyfin liðþó eða eitthvað þannig. Já, eitthvað það hangi svona saman á líginni bara. En já, bara, hann er eitthvað mjög tæpur í hnénu. Hann var búin að sýna mér vídeo af bardaganum gegn Pétur Búbú, þar sem að Búbú er sko að pressa hann við kaðana og það var mjög sjáanlega miðstígur kollið sig. Og hann er svona, ég er tæpur í hnénu og það sést skilur. Hérna var ég að finna fyrir því mikið. En hann hefur svolítið svona náðað svona púsa í gegnum þetta, víst. En núna er hann bara, þú veist, nei, bara, þú veist, treystir sér ekki til þess að fara í bardaga með svona tæft hné eða liðþóa. Það var ekki eiginlega meira tímið hann sem treyst honum ekki. Jú, teimið hans þá. Já, einmitt. Þú veist, við erum að tala skilur að hann er skilur að mistiga sig og þú veist, fóturinn að gefa undan í hringnum. Þannig að það var svona, já, það var kannski bara betra að fara eftir teymisráði og læknisráði og bara fresta þessu. En við spurnum hvað fær maður ekki bara eitthvað upp að skrifa í læknunum, þú veist, koma þeir ekki og sprauti einhverju í mann eða? Já, þetta ekki. Það er kannski verið hægt. Já. Ég hef valið þann valkost, persónulega. Já, en ég segi svona til að hann recovery, skilur, ekki eitthvað svona HGH, peptides, eitthvað cocktail svona sem hættir að... Já, bara steirar og eitthvað. Já. Ekki
Ég kom tíma að hvað, nei? Jú, fyrir Kolla. Nei, já. Jú, hvað er hann gammal? Hann er 36 eða eitthvað núna, ekki? Já, er það ekki prime? Til að tengja sér við dælunar. Já, ég veit. Ég vil fá svona, ég væri alveg til að svona hafa svona aðtöfn. Þegar Kolli svona tengja sér við dæluna bara. Og svona, byrja bara að dæla í sig. Það væri geðveikt. Maður var farin að hlakka til þessi kvöld, svo leðilegt náttúrulega bara, þú veist, þetta er svakalega tap, fjárhagslegt tap fyrir mótsaldara og allt annað, sko, þannig að og bara fyrir okkur sem voru farin að hlakka svona ókslega til. Já. Nú er allt inni bara jólin ekki næstu helgi. Já, einmitt. Það er bara allt inni ekki Gamla bíó. Já. En þeir eru að pæla í að hafa þetta sko í maí. Já. Þannig að fresta þessu, hvað við 1,5 mánuð. Já. Og og kannski einhverjir svona vinklar svona markasetning og annað sem hefði getað farið betur, skilju. Já, nú bara í síðast sjói. En þú veist, ég held að þetta til dæmis eins og venjúið hafi bara ekki verið nóg stórt. Þú veist, þetta var eitthvað svona það sem ég myndi segja væri svona svona sögulegur perraskapur, skilju. Þetta er eitthvað svona box var síðast í Gamla bíó og þess að ég boxa núna. Það er rosalega rómantískt, sko. Já, svona eitthvað svona rómantík í þessu sem að þurfti ekkert að vera, skilju. Nei, já. Frekar bara að gera þetta í Kaplakrika eða eitthvað þannig. Já, já. Selja út bara að risa á höll. Já, þú veist, hafðu bara fleiri miða, aðeins ódýrari. Já. Og aðeins ódýrari, fáðu bara stærra krát. Og þess að það er ekkert verið Gamla bíó, eitthvað 101 í einhverju þýtir. Nei, en það hefði nú verið gaman. Það hefði verið gaman, mér bara fannst ekki nú svona gott venju upp að þetta gera, skilju. Já, ég skilju. Það er svona það sem ég er að pæla. Eru þátturinn okkar heitir Bragi Lange hérna í beinni? Nei, það er alltaf eitthvað sem ég gleymi með það. Varstu að fá meldingu það? Nei, ég er bara að reyna að auglýsa hann fyrir okkur hérna. Já, það er alltaf ekki neitt, sko. Ég er alltaf í miðjum þætti eitthvað að reyna að tala við þig og búa til myndaðir og posta þig og segja. Já, akkur mætir ekki bara 2 mínútur fyrir og ég þarf linkinn eftir að við komum í loftið, þáttur við. Já. 15 lóðan, episode 199, allt mögulegt. Nice. Já, herru, geggjað. Þetta er skítarættingi sem þátturinn maður. Þetta er ótrúlega, sko. Bara, það er allt umrætt í dag. Herru, talandi eitthvað sem er ekki umrætt, það eru styrktaraðalar 50 lótunar, langar þig að byrja að æfa bardaþjóttur, þá er Reykjavík MMA svarið, ný grunnnámskeið í hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rfkmma.is, taktu skrefið og byrja að æfa Viðarhöfða 2. Hámarkaða svo árangurinn og veljan með yngling fæðbótavörum, Shilajit náttúrulega sterabústerar og sveppablöndur. Vara mánaðarins í þessum mánuði er kraftur. Það er eitthvað sem allir strákar ættu að skoða. Það mátti hendi sér kolla áður en hann kansalega fæðin með þér. Já. Það hefði hann ekki verið með rifin lið þó. Hann kannski bara verið með smá kraft. Herru, þú fær 15% afslátt með kóðunum 15 lótan 15 við checkout. Svo mælum við að sjálfsögðu með bardagatryggi hjá Nico, virkilega útpældar styrktaræfingar fyrir bardagafólk. Ég æfi hjá Nico og sem 36 ára gamall glímumaður að þá eiginlega bara gæti ég ekki beðið að vera í betra formi og ég þakka Nico fyrir það. Það er gaman að sjá svona, þú veist, ekki lengur bara einhverju Reykjavík MMA-strákar, ég sé að Elmar er komin í prógram til hans og svona. Einmitt. Það er líka bara því að hann er með eitthvað svona grunnprógram, það rúlar eitthvað svona 6 vikum, svona AB-prógram, en svo er hann búin að, þú veist, pæla þetta þannig, skilur þú, eftir því hvort þú sett í boxi, glímu eða kickboxi, er rauninni bara hvort þú sett að boxa, glíma eða sparka í rauninni. Hvað, þú veist, hvernig æfingarnir er enda. Nákvæmlega. Og svo er þetta alltaf líka hérna svona Kýri Siljáns æfingar og Assault Bike prógram. Þetta, sko, ég ætla ekki að ljúga, þetta getur verið drullu leðilegt, en djöfull er þetta gott. Og líka bara gaman að sjá þetta, þú veist, hann alltaf bara, þú veist, tekur ykkur í mælingar og þú veist, bara eins og keppnislið og Reykjavík MMA sem hann er búin að vera að vinna með í svolítinn tíma, hann getur bara séð svart og hvítu bara nákvæmlega, þú veist, hvað þeir eru búin að, hversu mikla bætingar þeir eru búin að taka á þessum tíma sem er að vera hjá hann. Einmitt, þannig að svona, svo þarf maður alltaf að skila inn tölunum sínum, skilur við. Hann sýnir manni bara, þú veist, þú er búin að bæta hérna því að ég get bara sýnt þér á svart og hvítu by science, að þú ert að vera betri. Science. Yeah, Mr. White. Science. Herru, Prepparinn, Magnúsbar, öðvöldurleginn til að borða holt, Prepparinn er á Suðurlandsbraut og Orkunni Vestranlandsveginn.
ég mæli með ítölsku skálinni. Ertu búin að smaka byggi? Nei, maður fór þessi. Það er svo ógeðslega tregur. Ég er að koma einhverju upp í þig. Sem að Þú ert alltaf að koma einhverju upp í með hana dónakall. Ég er alltaf bara opna munninn og loka augunum. Ég er þetta að leifa að smakka smá ítalst. Þetta er mjög erfið. Hvernig veistu að ítalska skálin á prepparnum sé ekki það besta sem þú hefur sett upp í þig? Það getur verið sko. En ég var alltaf meira í vegunum sko. Er það fyrir bragðið eða lögunna? Já, lögunin sko. Lögunin góð. Phallic shape. Já. Þetta er svo gott food delivery system. Það er hættur að bóra hveiti sko. Ég er á svo stífu fucking dieti. Ég er bara að bóra kjöt og egg og gríska jógurt og eitthvað holt sko. Já. Ég vildi óska þess að ég hefði tekið til fyrirmyndar. Já, gengur vel maður. Flýgur að mér en að kilóin maður. Ég er bara welterweight sko. Bara welterweight? Já. Nice. Já, veist ég alveg þetta. Ég geti kvætt að welterweight ef það var Davy 4. Veitu hvað það átt að labba svona 80? Nei, ég er bara komin í 78 sko. Já, þetta er bara welterweight, skilur. Já, basically. Þú var 0,8 í allowance. Já, nákvæmlega. Þú veist, það meina 200 grömmum. Þú veist, sleppti að bóra morgumat og fyrir styrti. Já. Það farið loksins í styrti. Það er alveg welterweight. Gaman að þessu. Ég hefði frekar fengið mig grísjógúrt. En ég fekk mér svona 8 kaffibolla í morgumat af því ég var svo seinn. Fekk mér svo einhverja hamborgara sem ég steikti ekki nógu vel áður en ég kom hingað. Ég held ég að bara ekki prumpaði jafn mikið á 2 tímum og akkurat núna þennan ágæta meira en á heimleiðinni frá London. Ég droppaði einum. Ég droppaði einum svona strætó eitthvað. Þú tókst eitthvað dramakast sko. Ef við erum að tala sko magn í bara svona þú veist, rúmmetrum af metangasi þá er ég að slá eitthvað met núna sko. Þetta voru gasklifi sko. Þú veist ég er ekki hissa þó þú fáir hausverk fyrir lokþátt. Herru, þannig er nú það. Herru, rest in peace rest í bili hnefilega kvöldans Kolbeins. Já. En við erum að æbóla Hafnarfjörð einhvern svona miðjan maí, miðjan seinan maí fyrir það kvöld. Já, ég er bara með blautan draum. Það er að þetta verði einmitt þarna miðjan maí. Já. Kolli kemur eitthvað geggar performance. Svo förum við í ferð með Kolla til Egyptalands á Usyk barðan. Usyk er að mæta á hollenska kickboxaranum. Þannig að ég er ekki frá Hollandi minni mig. Og þeir eru að fara að berjast bara hjá píramítunum og kannski verður erfitt fyrir að komast inn á það. En ég sé fyrir mig að Kolli á eitthvað klikka knockout og svo bara, þú veist, kallar hann út Usyk og bara face off inn í ring og eitthvað, ég sé þetta fyrir mér maður. Já, ok, þetta var klikka sko og við reynum að koma Kolla til Egyptalands til að horfa Usyk berjast fram á píramítuna. Já. Við varum bara svona við erum 5. lotan front row seats please. Já. Ég er að reyna að retta númerinu hér Eddie Hearn. Já, er þetta showtime? Já, alltaf ekki. Mattsson. Það hlýtur að vera, já, Mattsson er alltaf í þessu sko. Alltaf verði ekki sýnt þetta svona og já, það getur verið. Herru, Adesanya tapaði í klessu á móti Joe Pfeffer. Tapaði í klessu. Já, Joe byrjaði vel samt maður. Já, hann vann lótuna, fyrstu lótu. Já, svo ákvaða bara eitthvað að nú komin önnur lóta, ég er bara með hann en prófum bara að bróla við bara hardest hitter in my division. Já. Og bara got knocked out. Í smástund var ég bara svona, er hann svona playing possum eins og hann móti Pereira? Nei, he got knocked out. Það var alltaf svona smá playing possum. Já, ég fekk þá tilfinningu, sko. Já, þannig að hann var ekki að nákvæmlega það saman. Já, ekki nema hann var aldrei að play possum. Kannski var hann bara, fuck, ég verður að og svo kom bara einn bara svo lucky. Hann bara, eitthvað svona lucky strike. En þetta var óslega skrítið af því að, þú veist, hann var með hann í fyrstu lótu bara alveg, þú veist, og hann var bara hreyfanlegur og var ekkert að láta hitta sig og bara, þú veist, það var bara gamli góði Adesanya. Svo bara í annar lótu, þá bara einhvern veginn var hann til í að bara stíga inn í og bara, í náviði við hann og bara söfla með honum eitthvað og, þú veist, þetta að gera á móti gæði eins og Pfeffer, sko. Já. Svakalegt dæmi þarna með Pfeffer að hann opnaði sig að hann hafði íhugað sjálfsmorð bara 2 vikum fyrir bardagann. Já, það er mjög spes. Ég held að hann væri ég held að hann væri bara svona búinn með þennan pakka.
þú veist, ég skil að menn, þú veist, gangi gegnum svona demandal og íhugi svona hluti en það er samt bara, tvær vikur í fætt skilur, og þú veist, þá hef ég svona tilfinningunni eins og þetta sé svona viðvaranlegt ástand. Já, hann er náttúrulega verið beittur sko, grófu ofbeldi af pappa sinum frá því að hann var sko bara einsás þannig að þú veist það var alveg galið sko einsás og pappans var einhver MMA fættir sko já. Og þú veist, tróð honum í þetta mjög snemma og eitthvað og hann var vist bara mjög ofbeldisfullur og bara beitt hann líkamlega ofbeldi bara sem byrjaði frá þegar hann var einsás sko þannig að þú veist hann er alveg illa farin eftir þetta dæmi sko já, og veist bara hausinn sé bara já, bara kannski bara hausinn er bara hann skilju að því að hann er alltaf bara opnaði mjög snemma á þessa umræðu sko já, í podcastinu á Joe Rogan já. Gerði ekki líka í hringnum já, hann hefur alveg talað svona já, bara á einhverjum blamanhundum á hvað já, ég líði meira eins og ég hef bara heilt hann í bara post-fight viðtalið skilju talað andlega líðan stráka þú veist, það var náttúrulega þessi Joe Rogan þáttur var alveg fyrir 2 árum eða eitthvað þannig að, jú, hann er örugglega talað slatt þetta síðan þá sko já, en þegar hann hugsa skilju hann hafi leitt hugan á hvað, þú veist, ef hann tala skilju hann hafi hugsað alvarlega það eða ætli svona hugmyndir hafa bara dottið hann ekki skilju það hafi verið stressið eða þú veist, já, nú er ég bara að hugsa sem svona félagsfræðingur sko félagsfræðingur í nonni já, þú veist, hvort að bara þú veist, að því að mikið, þú veist, ef að stressið fyrir upp þá kannski defaultaru á okkur svona ákveðin stað á ákveðin dimman stað þú veist, sumi kannski verða, já, þú veist leita þangað bara, hefur stressið svo mikið maður okkur í aðeins eitthvað, ég geti eins bara, þú veist offa mig bara offa mig bara og þá er þetta allt búið skilur þú veist, það er ekki allt tilgangslaust skilur þannig þessi pæling en samt svakalegt ef við minnum náttúrulega á Pieta fyrir þá sem eru í svipum hugleikum og Joe Pfeiffer en hann sko er hard hitter og snýr svo alveg við þegar Adesanya ákveður að bróla og þá hugsa maður með sér Adesanya bara alveg búin að missa það hvað það er að vera fighter að því hann hefði bara að geta chillað þarna og bara pointfæta ég held að hann hefði getað pointfæta 5 lótur bara og bara gamli góða Adesanya hefði gert það það veit ekki, kannski er eitthvað svona pressa á honum út af að búa að ganga illa að vera með eitthvað sjó og eitthvað þannig en mér leiði eftir fyrstu lótinu eins og hann geti bara haldið áfram að gera þetta það væri bara gamli góða Adesanya já, ég þarf alveg að segja það sama sko en það sko fremri fóturinn á Joe Pfeiffer var honum bara að fekka fögt á því sko já, þú veist, honum fannst ekkert gott að stíga hann nei, þannig bara með svo sko bara 2-3 lótur af þessu þá held ég að Joe Pfeiffer hefði enda á að þurfa að opna þessi bara meira og skipta stans og vera í ykkur tjöðs basli sko já, og erfið er alltaf niður þegar það er með stíð í löfina sko einmitt þannig að ég svona ég klínu svo vel á hérna Fight IQ já, klálega hjá Joe Pfeiffer hjá Adesanya já, sorry, Adesanya með einmitt já, vissulega en þetta var þetta var svaka skemmtilegt kvöld þarna síðustu helgi sko já náttúrulega Alexa Grasso með sér barber Alexa Grasso sko bæðin bara win by KO and submission að því hún bara nokkar hana unconscious og bara stekkur á rinneikitjóki og bara með hana bara hana alveg áttu við bara tjóka hana meira þetta var svo grimm maður var bara holy shit já, bara, þú veist Alexa Grasso does not fuck around sko. nei, bara þú ert búin að drepa hana sko þú veist ekki að hún líka sko kilduna og með þessi bara svona rótast og dettur á rassin bara svona með bakið það er bara svona hár í loftið bara ha og bara já, shit á 0-1 og shit og maður bara sér skilur bara hvað það er ógeðslega þétt hjá henni þetta er í negitjók það er líka þegar hún náði sér sengu hún er einhvern veginn hún bara stekkur á baki og bara lími sig á því þetta er grimt sko hún var underdog það er ótrúlegt en þú sko hafði Macy Barber lítið vel út þú veist ég hafði verið að trúa Macy Barber fyrir hann bara það ég var reyndar bara að gleyma að það hefði mæst áður já það var annar UFC fight beggja kvenna sko þannig að síðan báða vaxið mikið síðan þá sko já, performance of the night fyrir Macy Barber það var hún átti það fyrir Alexa Grasso hún átti það vissulega skilið ég held að Macy Barber færi núna bara kvítið töfluna og bara svona já, herru, þetta svaka bara djöfull var hún átumæður já, einmitt já,
Ég bara, já, tvöfalt át. Þetta var, ég myndi, sko, þetta eiginlega svona eitt af svona, þetta var svona KO eða finish ársins. Já, klálega. Það var erfitt að toppa þetta. Ég var líka, mér fannst svo spennandi, þú veist, þegar Bruce Buffer var að fara að lesa upp dóminn, þú veist, mun hann segja KO eða mun hann segja submission? Hann sagði KO. Já. En samt, þú veist, dómarinn stöðaði ekki fyrir og kom með tjókið. Já, dómarinn stoppar það þá, skilur við. Þannig að þetta svona alveg, which one is it? Já, nákvæmlega. Það er gaman að Pældi ég maður væri, þú veist, með bet á by submission. Brjálæði. Já, en sko bet síðan hljóta að borga þetta út sem KO þá. Já, væntanlega. Ég hef verið brjálæður. Ég hef bara hringt í Coolbet-strákana, bara, heyrðu, þetta var víst submission. Shit. Það hefur verið svo svakalegt. Það er einhver gaurinn úti sem var bara með svona 10 milljónir og einu sem vantaði var bara leggsa grass og bæta svo mynd. Þeir loka leggja parlunni. Þessi gæi er leggst þar úti og hann er brjálaður. Oh, fuck. Þetta var geggja kvöld. Þetta var náttúrulega síðasti bardaginn hjá Michael Chiesa. Já. Og Nico Price bara ákvað að, þú veist, að glíma með hann sem ég bara skildi ekki af því að þetta var bara svona, þú veist, mun Chiesa ná hann í gólfið og bara Nico Price bara, ég ætla að pull guard eða eitthvað. Já, veist þér, hann reyndi eitthvað takedown og lendi undir, eða þú veist, fór í eitthvað bara svona klints og var náttúrulega bara snúið niður og söbbaðir bara á no time, þú veist. Bara það var 1 mínúta og 3 sekúndur. Maður skildi ekki alveg hvað Nico Price var að spá hana, en gaman að Michael Chiesa skildi ná submission í síðasta barðanum sínum. Já. Hann náttúrulega, ég held hann eigi flesta rear naked choke sigra í léttvíðinni. Flesta rear naked choke sigra í léttvíðinni. Það var eitthvað þannig, ég maður ekki. Ég skrifaði grein þetta, það er svo langt síðan maður, við erum að gera þetta upp svo sent. Já, það gæti alveg vel verið, sko. Ég þóra ekki að segja til það, hvort að Michael Chiesa eða einhver annar eigi flesta rear naked choke sigra. Það var, mér minni það, sko. Já, en það getur verið þér. Og hann var náttúrulega í home state í Washington á því kvöldi. Fekk alveg svo perfekt leið til að kveðja sportið, sko. Já. Það var svolítið skemmtilegt. Hann er líka búinn að vera svona, 4 bardaginn sem hann sigrar í röð. Já, þetta er búið að vera svona, það er svona klára fyrirlinn svona on a high note, sko. En hann er búinn að vera svona mikið greinlega svona ekki gefa mér eitthvað erfiðan bardag. Ég ætla ekki að fara að mæta ykkur killer hérna. Ég skal berjast en enga killers. Ekkert hættulegt prospect. Nei. Bara eitthvað svona. Hann er líka bara, þú veist, hann tapaði hann á móti Kevin Holland fyrir, þú veist, 3 árum. Síðan þá hafa þetta bara verið svona, þú veist, Tony Ferguson, Kirk McGee, Nico Price, fattur þetta eru svona viðráðanlegir fætar, sko. Einmitt. En það var skemmtilegt að bara gaman að hann fekk að kveðja á svona perfect leið eitthvað. Og sama kvöldi fílaði það að Demetrius Johnson var tekinn inn í Hall of Fame. Já. Það var mjög skemmtilegt. Það bara finnur ekki meira legend en hann, sko. Nei, ég bara skýta þess ekki búið að inn og þegar, sko. Já, nákvæmlega. Þegar, sko, Joanna Jędrzejczyk var tekinn inn í Hall of Fame fyrir, sko, 2 árum. Og bara hvernig er hún tekinn inn í Hall of Fame á undan Demetrius Johnson? Ég bara, maður spyr sig, sko. Já, nákvæmlega. Maður spyr sig. Á hann ekki ennþá bara metið fyrir flesta tillvarnir, eða? Nú skrifaði ég greinar þetta allt saman, ég er bara búin að gleyma öllu, ég er búin að skrifa svo marga greinar síðan þá. Já, þú er búin að rosalegur í greinaskrifum, sko. Já, ég er búin að vera maníu, skrifa maníu síðustu vikur, sko. Ég vona að lesendur, komið með það. Hafi gaman að? Já. Sko, mér hefur gengið mjög illa að deila þessum greinum af því að Facebook er í einhverju stríði gegn mér. Já. Gengarnir eitthvað. Já. The Metaverse er eitthvað mótið mér. Það er gaman að þessu, sko, Joe Pyfer, er hann, sko, eitthvað hans að rappa fyrir sköldi, er Joe Pyfer all that? Er hann? Já. Hann er all that? Hann er með þetta power, hann er með gott wrestling, þú veist, hann hefur alla börði til að ná alla leið, sko. Og, þú veist, hann er ennþá að sína okkur, þú veist, hann á eftir að sína okkur hversu góður hann er, en þú veist, hann sýnir okkur með hverjum fætt eitthvað. Hann læriði ýmislegt á tapinu mútið Jack Hermansson. Já. Og ég sagði því þegar ég sá hann í fyrst skipti, þetta var í Future Champ og ég er búin að segja það margóftina í podcastinu, sko. Og ég er ennþá á því, sko, þó hann hefði verið smá bumpið og rótana með Jack Hermansson. Já. En það
þú veist, nú hann búin að taka út Israel Adesanya og Finishan, þú veist, sem arguably the greatest middleweight of all time. Þannig að núna tekur hann sko þvílíkt stökk upp á við í rankings, þú veist, Adesanya var í 4. sæti held ég held að hann bara taki það sæti á honum. Adesanya hrapaði niður þá 7 sæti held ég og Adesanya þá ekki lengur í top 5 rankings, removed from the top 5 rankings, þar sem hann var í 7 ár, 1 mánuð og 20 daga. Já. Það magnað, þú veist. Það verið top 5 rankings allan hann tíma. Og núna hann ekki þar lengur, þannig að, og búin að tapa 4 í röð eða eitthvað. Þannig að þetta er svona end of an era. Já, það er svolítið. Alexa Grasso, title fight eða... Er það ekki bara? Þegar hann á undan, sko, Natalie Silva náttúrulega number 1 contender. Já. Hún ekki búin að mæta auðvitað Shevchenko, Natalie Silva þar segja. Alltaf það sé ekki næst bara. Jú, og annars bara... Annars Grasso bara reddi í næsta titleshoti sitt, sko. Já. En þú veist, það kannski ekki, þú veist, kannski fyrir Dana og Hunter og þessi gæja, svona, að fara að setja upp quadrilogy, fattaru? Eða þú veist, að fara í spennandi Natalie Silva. Já, Natalie Silva, miklu meira sens, sko. Hún Grasso og Rose Namajunas. Já, hún búin að vinna Grasso, já, þá meikar þetta sens. Bara, hvort að Grasso hafi bara verið eitthvað svona, var þetta bara eitthvað svona smá slope hjá henni að tapa fyrir Valentín Shevchenko og Natalie Silva? Og hún núna bara, en hún bara ennþá þarna, skilur, hún ennþá Queen Bee. Já, hún var ekki búin að mæta Manon Figueroa, er það ekki bara það sem þetta setja saman það? Alexa Grasso? Já. Nei, ég held að það ekki mæst. Þá það flottur, number 1 contender, svona, þú veist, svona næst í beltið dæmi. Já. Svona ef að Natalie Silva vinnur Shevchenko, finnst mér líklegt að Shevchenko fengi mjög, mögulegt rematch. Verðum að gefa drottningunni rematch. Annars kæmi sigurvegarinn af Grasso á móti Fírot. Já, fíla það sko. Það ekki? Jú. Ég digga það líka. Herri, ég ætla að kveðja UFC síðan síðustu helgi. Herri, má ég samt segja eitt? Já. Larrian Douglas, þetta gæi sem að ég er fokkin spenntur fyrir. Hann mætti Julian Rosa og djöfisins högg þunga hefur þessi gæi. Hann bara droppa hann multiple times með jabbi. Hann bara droppa hann. Hann stóð upp og bara droppa hann aftur. Droppa hann og bara búri helt hann uppi og maður bara, oh my god, hvað sem gør jabb fast. Ógeðslega fast. Og og maður sá bara, þú veist, Julian Rosa sem bara hörku flottur gæi, hann var bara eitthvað, bara hver þessi gæi? Þú veist, maður sá bara hvað hann leið óþægilega þarna inni með honum. Þannig þetta gæi, hann var að debúa, þetta gæi sem ég sjúklega spenntur fyrir. Ég bara get ekki beðið eftir að sjá hann gæja aftur, sko. Af því að hann með eitthvað dínamít í höndunum. Gran í tendur, sko. Debut á móti Julian Rosa. Já. Hvað það, sko? Einmitt. Hvers konar möðufokkur ertu? Já, ég setti eitthvað parlay Julian Rosa á parlayið mitt, sko. Bara því að debut gæi, hann á eftir að fá erfitt debut og þú veist, á eftir að læra eitthvað á að mæta alvöru gæi eins og Julian Rosa. Já. En svo líka Jussi Belgarúi sem bara ónaði Mansur Abdul Malik sem ég er mjög heitið fyrir. Þannig að þú veist, það var eitt og annað á þessu karti sem að Það var eitt og annað skemmtilegt, sko. Já, nákvæmlega. Ég er mjög ánægður með Lance Gibson Jr. Hann vann Chase Hooper. Já, eins og við varum aðeins að diskutera, sko, hvað það væri rauninni stór möguleiki þar. Já, nákvæmlega. Hann er alltaf búin að vera bara að æfa bardaíþróttir síðan að hann bara læra að labba. Já. Pappa hans líka UFC fættir. Einmitt. Þannig, já, var fullt af skemmtilegum bördum á þessu karti. Þetta var geggja kvöld, sko. Já. Það langt síðan og mikið sem við þurfum að ræða. Já, þannig að kannski óþarf að vera eitthvað En Larrian Douglas bara munið eftir þessu nafni og fylgist með honum, sko. Já, þetta er gott shoutout og Jussi Belgarúi líka því að hann var mjög góður, solid kickboxari. Mansur Abdul Malik átti aldrei séns. Ótrúlega solid kickboxari. Ég er spenntur fyrir Belgarúi. Hann hélt honum bara endanum á jabbinu sínu, þú veist, og Mansur Abdul líka alltaf að reyna eitthvað að takedown og nýta styrkin sinni, hann bara komst ekki nálægt honum. Nei, einmitt. Ég sammálaði þarna og mér hlakkar mjög til að tippa á þú. Já. Næst þegar berjast. Já, fær ekki eftir svo góð stuðla. Nei, alveg bóðið þetta ekki svo, því að þeirra hlutabræði fóru mjög hátt. Já, nákvæmlega. Gaman að þessu. Næst á dagskrá hjá okkur í rauninni Reykjavík Open 3. Já, nú ferð þú að taka monolog. Já, maður taka monolog. Herri, ég þarf að finna greinina sem við skrifum á MA-frinn. Reykjavík Open haldið í 3. skipti.
Það náttúrulega hann Séra Kristins sem að heldur utan þetta mót. Já. Þetta eina sub-only mótið á Íslandi. Já. Það þýðir að, þú veist, það ekki gefin stig, bara þegar lótan klárast, ef það ekki komið submission, þá bara farið í bráðvana. Já. Og það svolítið skemmtilegt að því að, þú veist, það svona, hvað segir maður, þriggja setta bráðabanni. Þannig að bara, þú veist, þú eins og mig, ég að sleppa, ég að sleppa þig, þú að sleppa. Og byrja með bakið eða hvað? Já, annarkvort í armbarstöðu, svona spætiweb, eða með bakið. Og er það bara eitthvað random, að þú veist, hver ákveður? Nei, þið bara, sá sem maður sækja má bara ráða, hvort sóknina vil. Og þetta úrst gaman, skilu, að því að, þú veist... Hvað myndið þú velja? Ég valdi alltaf bakið. Ég fór í svo marga bráðabanna, ég var bakið. Þú ert alltaf í svo leiðilegum 50-50 ég svo fucking leiðilegur í þessu, maður. Herri, ég tapaði fyrir Stefáni Fannari sem var sko skeppma steppi hætti að vera svona leiðileg við bláubeltin maður. Já, hann var sko max stólgur á þessum móti. Hann var að smáður tjóka til bláubeltin og hann sko ég glimti við Steppa og hann fer eitthvað svona í lappirnar á mér og ég bara eitthvað svona að vefja sig og ég svona eitthvað, hvað er fokkur að gerast maður verður svona bæði svona eitthvað svona intrigued eitthvað svona bara þú ert að gera eitthvað og ég skil ekki hvað það er en ég bara I kinda like it. Heldur hann sé að hugsa þannig á móti þér bara, ég ætla að brjóta honum? Nei, ég held að Steppi sé ekki gera það. En þú veist, á ADCC, þá er það sem hann er að hugsa. Já, 100% sko. Já. En á eitthvað svona Reykjavík Open. En ætla hann sé, þú veist, ég ætla að passa mig að ekki núna. Eða sé bara svona, ég ætla bara að hýla okkur núna og bara það gerist sem gerist og bara fuck nonni. Nei, ég held að hann geði mér afslátt. Ég held að hann fatt alveg skilur að ég sé 36 ára gamall blaðamaður. Já. Og þú veist maður fær enga umfjöllun. Ég myndi ef Stefán myndi brjóta um fóti ég myndi sitja heima og ég myndi bara drulla yfir hann okkur einasta degi sem að mér langa að gera eftir þetta smöðutjók sko. Ég skilði þig sko, ég alveg bara tjóðs fokkin skeppna sko, svo var ég eitthvað að reyna að drulla yfir hann fyrir þetta sko, var eitthvað að reyna að sparki hann eitthvað hann svona leti svona ekki gert en vitlega skilur helvitis nýjungurinn maður en hann að gerði lítið úr öllum blábeltingunum en þú ég fann fyrir því sko, hann trappaði hendina mína svo er hann bara með svo, þú veist ég fann ekkert pláss fyrir meðmynda mína til að hreyfa sig og náði ekki að losa hinn hendina og hann bara smöðutjóka mig og ég bara þú veist ég gæti verið í 5 mínútur að reynda að losa mig og hann myndi svo bara reyna ekki að tjóka mig þegar hann er búin að smóðutjóka mig nóg eða ég get bara tappað út núna og spara mér, þú veist, 4 mínútur af viðbjóði þannig ég bara eðlilega bara tappaði bara þú veist, maður gæti alltaf búið til eitthvað pláss og skilur fundið sér 2 centilítra af lofti skilur eitthvað svona milli tvekja putta eitthvað já, nákvæmlega, ég ekki að fara að nenna því í svona langan tíma þannig að ég ákvað bara að gefa Stefánur þennan verðskuldaði sigur og svo glímdi við Baltasar Diljón sem að við vorum sem að náði öðru seti á Naga á meðan við vorum úti á meðan þetta mót var í gangi þá var ég í rektinni og ég heyrði einhver að segja eitthvað já Baltasar eitthvað var að vinna eitthvað á Reykjavík Open Reykjavík Open, hvað er það að tala um? Og þá var þeir eitthvað, já hei, þú ekki þannig fyndir lótingæðin en það fresh news á það mér fyndi þannig þeir voru að tala um þig basically þeir voru að ára stúta einhverjum gömlu kalli maður ekki gæði með göngur hinn og illt bækinu alltaf bara stúða nei, hann leglókaði mig já, ok helvitis tapaði fyrir Baltasar í bólskinu er það hílúka beitna? Beit helvitis vesin maður alltaf þessi fótaperrar hvað er málum þessi helvitis fótaperrar en það er vissulega gefið velun fyrir besta submissionið og Kolka Hjaltadóttir góðvinkun á þáttarins góðvinkun á þáttarins hún sigraði og fekk submission ársins og vann líka +2 ár +65 kíló að kvennaflokkin nice. þannig að hún er double champ á þessu móti og ég er nýbúin að setja inn vídeóið fyrir af Matt B að sett hinn í dýnunni inn á YouTube að því að einnig var stemt live og hinn var bara á upptöku en svo held ég hef verið í svona 7 daga að finna ST-kortalesara sem að virkaði bara virkaði sko, ég er nýbúin að ég týndi tölvunum minni í Serbíu keypti mér 9 tölvur 350.000 og maður hefði haldið að fyrir 350.000 þá fengi maður ST-kortalesara með á tölvunni en svo var ekki en ég var heim í bortölunum mína stakk því kortinu þarinn sko og þá
bara eitthvað ónýtt og kortið fór sko bara svona í gegnum tölvunum mína bara svona, þú veist, inn einum einn og út þú veist út tölvunum hinum einn og ég bara, ok, þetta er ekki gott ég held að þetta SD-kortið drasli bilað, svo reyndi ég að finna aðra tölvur, þetta var allt SD-kortið drasl var bara ónýtt á svona klaka en þetta er komið núna, takk fyrir að leiða mér að losa tilfinningar mínar. Hvernig var þetta submission? Ég er ekki múin að sjá Þetta er fréttamennska af hæstu gerð. Shit, þú verður að passa í kolka á eftir að have a field day. Ég hef gleymt því. Já, einmitt, ég er ekki búin að sjá þessu misjón en það er bara að ég var alltaf sko, henni var það drutt, skilur. Kolka, please sýndu mig sko. Ég bara fann ekki eftir hvort að lesa það og bara, það voru fleira núti sem voru mjög pirraðir yfir þessu og ég bara ég reyndi og svo reyndi ég að fara í Elko og laugardagunum og það var páska laugardagur og ég þurfti að fara seinna og nei, ég komst á laugardagunum en ég komst ekki fyrst langa og heldur ekki á skýrdag Það er ástæða fyrir þessu öllu. Mátti ekki segja svo að fyndi, ég er frá með sopa vatni sko. Sorry Kolka, við skulum reyna að gera upp þetta næst. Greið voru eitthvað svona jarm fyrir þáttinn maður. En úrslitin voru Sara Locatelli sigraði -2 ár 65 kíló. Daniel Egilsson frá Mjölni sigraði -2 ár 70 kíló flokkin kalla. Samir Jónsson frá Atlantic BJJ sigraði -2 ár 85 kíló kallaflokkin. Stefán Fannar sigraði +2 ár 85 kíló flokkin. Sætla minninga. -85, sorry. Breki Harðarsson frá Mjölni sigraði +2 ár +85 kíló kallaflokkin. Já, hann bara söppaði nautið Egil Blöndal. Já. Það er svakalegt. Já. Ég held að það væri ekki hægt. There's a new bull in town. Já, nákvæmlega. Það er sko Já, það er nýtt naut í fjósinu. Já, nautabani. Já, Nautabanin, það er nýja nickname þess. Það er líka eiginlega svona stuðlapíla. Breki nautabani. Breki nautabani, já maður. Já. Það er gaman að coina eitthvað svona. Já, við erum að fá hann fyrir hann svona og hatt og... Já, við erum bara whole line of merch og eitthvað. Já. Hvað er eftir nautabani á spænsku? Matador. Já, eins og Toborio. Já. Matador. Og svona on the mat, það er einhver tenging að það. Já, Matadorinn. Já, fíla það í klassu. Og Úlfar Kári frá Vappi Seip sigraði +2 ár -70 kílóa kallaflokkin. Já, hann er svakalegur. Já. Hann er bara, já, mér er gaman að sjá nafnið hans bara hérna í fullorðins flokki. Af því að, sko, þú veist, þegar ég er alltaf að tala um hvað mér gengur illa í glími og Vappi Seip, þú veist, the women and the children too, sko. Þú veist, alveg, þú veist, 3 ár síðan þessi gæi var bara að fara illa með mig að byggja mér, sko. Já, það er alveg bara svona, hvernig getur svona lítill strákur bara gert það sem maður vil við mig. And the children too. Þetta er svo gott jarm sko, svo gott ríl. En já, þannig að sko Mjölnir taka flest gullin og áttu bara ótrúlega gott mót. Já. Ég bara veit ekki til þess að jú, ári einhverju frá Reykjavík MMA sem komu svona á pall, fengu medalíu. En annars var þetta eiginlega bara Mjölnir og Vappi Seip og Atlantic gull. Já. Samir. Já, nema hvað heitu þið Sleipnir? Nei, Berserkir á Selfossi. Já. Þeir voru líka með stelpurnar sínar á palli. Já. Og Hekladögg. Jú, og hvað heitir hún? Sigríður. Jú, lágvaxin ljósærð. Já. Já, hún var líka á palli. Þannig að þær voru að gera vel, stelpurnar í Berserkjum. Nice. Það voru að halda upp í heiðrinum. Mjög skemmtilegt mót og næsta mót held ég bara pottet Mjölnirópin. Já. En það er ekki svefnónlíf mót, það er stigamót. Já. Þannig að það er það getur Bjöggi bara að taka gaura niður og leiða að standa aftur upp og bara stig. Já, einmitt. Og herru, ég glýmdi líka við Ísak Vexler sem kom nú í þáttunum daginn. Já, ok. Það kom svona smá bíf mitt líkar. Já, 1-1 núna. Já, nice.
það var 36 ára gamall blaðamaður sem rýðin ekki tjóka hann í bráðapanna. Já, ok, já, næs, vel gert. Næs. En hann vissulega tók mig niður aftur. Já. En sko, hún fyrst svo gaman að glíma, skilur. Ég held að hann var ekkert að taka þessu of alvarlega, sko. Hann mætti bara pínu teipaður og var svolítið að hafa gaman að þessu, skilur, og svona pínu trash talka og eitthvað. Okay. Og svo þegar var svona 8 sekúndur eftir glíminni og skauði hann í doppelleik og lyfti mér upp og skellt mér niður til að minna mig á hver ræður, sko. Og já, þannig að það var bara, ég hef gaman að þessu. Ég glímdi líka við ungan mjölnusták. Andreas. Útlenskur. Útlenskur. Já, eða svona örglega Erlendubergi bróðinn. Já. En samt alveg svona nógu íslensku til að teljast íslenskur. Okay. Myndi geðveikt mikið á gæinn úr Dún, sem aðal gæinn í Dún, sem mann eitthvað heitir. En ef þú bara ímyndaði aðalegarinn í Dún, í hlutverkinu sínu í Dún, þá áttu komið hann Andreas úr Mjölni sem ég glýmdi við. Mjög segur strákur. 16 ára. 16 ára? Já. Ég er 36 ára, skilur, ég get ekki tekið ómikinn heiður og eitthvað svona barðið barn. En hann var virkilega segur og ég hafði gaman að hann. Okay. Flottur strákur. Nice. Já, ég hef á gaman að þessu. Herru, að mála, það er UFC helgarinnar Moicano mútið Chris Duncan. Er það ekki næst á dagskrá? Jú. Við náðum ekki ræðið þetta síðasta þætti og þegar við vorum að kveðja Braga Lang, þá varstu eitthvað svona já, Röndum Moicano og Chris Duncan. Það verður Chris Duncan og mikið power. Ég hugsaði að tíðlega núna villis maður. Nei, já, ég veit ekki. Já, ég hugsaði sko þegar ég sagði það sko, þá var ég að hugsa sko Duncan á móti Volkan Vucinic gæðin úr Cage Warriors. Já. Sem komið þangað aftur. Já, en Duncan pakkaði honum sko, var mikil underdog á móti honum. Já. En Vucinic var bara komin aftur í Cage Warriors sko. En ég var með þetta í huga og hugsaði það með mér bara svona, já, ég held að Duncan sé bara of öflugur. En svo sagði Duncan núna í post-fight að Moicano sé bara vanur að pakka honum á æfingu þegar þeir eru að æfa saman. Já. Moicano er svo fangin góð. Hann er ógeðslega góður. Hann er bara svo góður í öllu. Bara, þetta var bara svo flawless. Já, svo gleyma stundum að Moicano vann Benoit Saint-Denis. Já, pakka honum. Pakka honum, sko. Bara, og ég svona gleymdi því þegar maður ræði þetta síðast á þetta. Sko, við náttúrulega rættum þetta ekki. Bara, þú sagðir eina setningu og ég hugsaði bara til núna villis. En Moicano náttúrulega... So it would seem. En Moicano er, held ég bara minn uppáhalds barndæmar. Búin að vera það í mörg ár. Já. Þannig að ég hafði mikil trónum. Hann var underdog komandinn í þetta. Það var margir eins og þú sem bara eitthvað, Kristján er svo sterkur. En svo, þú veist, hann var bæðið með hans striking og svo þegar, þú veist, náði hann alltaf að disrupta taktinni á Duncan með að skjóta inn í einhverjar, þú veist, inn í eitthvað kleins og náði hann fyrir búrið, bara líka sterkari. Hann er drullu sterkur og hann svona líti ekkit út fyrir að vera það enda, sko. Ég meina, hann er bara búin að vera bara on a tear fyrir utan að bara gegn Íslam, þar sem hann er svona eiginlega pakkað. Já, sem er náttúrulega Íslam og var líka bara super short notice. Já, hann bara byrjar að hitta upp inn í klefa, basically, skilur við. Hann bara hefði þetta berist við Íslam, til í það. Já. Moicano want money! Já, hann átt að mæta bara Darius á kartinu og þeir bara púluðu hann út af þeim barta, já, alveg rétt, emmitt. Já. Þegar Moicano wants money. Já, nákvæmlega. Nú segir hann bara, hann vill bara fá okkur easy fight af ranked opponents, veist, ekki of erfa barta, hann vil bara mikið pening fyrir öll að gera. Já. Ég skil það alveg vel. Hann vil bara, þú veist, gefa hann bara kontra. Hann nefnir okkur að berjast alveg ógeðslega lengi. Gefa hann bara gauðir sem hann getur lamið. Ekkert eitthvað of erfitt. Og þá fær Moicano money. En ég held að hann getur lamið alveg bara eiginlega alla í flokknum, sko. Já, ég held það. Það er ekki margir sem myndu, þú veist, geta staðið sig eitthvað sérstaklega vel í mótunum, sko. Nei. Hann er bara ekki alveg nógu góður til þess að vera champ, af því að Íslam er þarna. Og hefst ekki einu sinni hann tapaði náttúrulega svo móti Benel Darius, sko. Man ekki alveg hvernig það spilaðist út, en þú veist maður sá hann á móti Benoit Saint-Denis og þú veist Jalen Turner á UFC 300 og veist fullt af börnum. Hann er svo góður einhvern veginn bara, hann er góður í öllu og hann er bara svo góður að bregðast við öllu sem aðrir gera. Já. Og hann talaði hann aldrei með gameplan, hann pælar ekkert í þessu,
hann bara mætir þetta inn og fætar og hann bara gera það sem hann þarf að gera og sama hvað það var, þú veist, mér var svo geggja hann tjekkaði öll low-kickin på Duncan Duncan var bara að sparki sjálfan sig sko og svo var hann bara að jabba á hann hausinn og bara, þú veist, disruptaði taktin hans alltaf þegar Duncan ætlaði að reyna að gera eitthvað, þú veist, og fór hann bara inn í eitthvað klinsið hann og það bara einhvern veginn, þú veist, bara Duncan náði ekki gera neitt að viti í þessum bardaga, þú veist, hann var með svöru öllu og, þú veist, svo klára hann bara 1, 2, 3 kombo og bara vinstri krókurinn lendir bara flush, veist, þetta var svo fallegt. Svona 1 og 2 svona greisan, eiginlega bara svona, þú veist, hittar svona smá en samt svona eiginlega framhjá. En það er bara nóg til að setja upp þá og loka 3. höggið og búm. Einmitt. En það þarf ekki að vera kraftur í öllum höggunum, skilju. Það þarf bara að vera kraftur í einu. Eða bara í opnuninni, sko. Já, nákvæmlega. En þú veist, 1 og 2 hittu nógu mikið til þess að, þú veist, hann sæði ekki númer 3. Og þá verður 3. höggið svo ógeðislega vont. Þú veist, þú sér það ekki koma og það er kraftur í því. Já. En svo fer þetta í gólfið, sko, og hann bara að pakkanum, tekur baki á honum, að pakkanum og hérna, Chris Duncan fær eitthvað lélegasta corner advice allra tíma sem var surprise elbow. Já, þá endaði það bara, Já, af því að corner kallar surprise elbow, eitthvað svona gerðu ólboga úr, þú veist, aftur fyrir því og þá er það bara exposure hálsinn og Moicano er alltaf bara, ok, þá tekið hálsinn að þér fyrst að þú bara að lifta ólbóðinu þínu bara út í raskat, skilur og tjóka hann út hannig þannig að corner er basically bara gefst upp do a surprise elbow það var bara ekkert eðlilega vandræðilegt ég man hérna Ray Longo sem er óslega góð þjálfur hann átti einhvern tímann eitthvað svona moment hann bara sagði einhverjum að gera eitthvað hann gerði það, svo var hann bara en hérna sýndi hvað líka Moicano með fucking stert squeeze af því að þú veist, hann var eiginlega ekkert undir alveg ég þarft ekki að vera undir en þú veist bara, en hann tapar svo snemma þú veist, þetta var ekki eins og þetta væri bara eitthvað svona kränk sem að væri bara svona, ok, nú meikið þetta ekki lengur þú veist, bara leið og hann byrjaði að skvísa og bara fuck, þú veist það er svolítið málið, sko, þegar við komin í Ring Joke sko, ég held að Gunni hafi kennt Vilja þetta og Vilja sem nú bara kenna mér þetta að þú þarft ekki að vera undir, þú getur verið á hökunni, á tönnunum, yfir nefið, bara nokkuð einn svona undir augunum, skilur við, bara hérna ekki staðar. Ef þú ert bara komin hérna, þá getur þú að byrja að tjóka og þú veist, og svona, og hvað maður segja, svona sett hælabröðið aftur og snúið svona í átt að hendinni sem er, olbóðan sem er yfir og þá, þú veist, þá þreistur þú svo mikið og þá annarkort, skilur við, tapar fólk bara undan þrýstingunum, skilur eða þá þú veist, reynar sko að relífa pressjurið með því að lyfta hausnum og þá ferðu undir þannig að þú veist, þú getur svona oh my god, þetta er svo vont, ég verð að lyfta hausnum og svo oh my god, hann tjóka mig þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er ömurlegt, skilur sko, það hafa nefnilega margir talað að þetta sé það sem Gunni kendi já og, þú veist, ég ger það grimt, skilur, núna að þú veist, villi bara fóra aðeins yfir með mér gera bara svona, adjusta það svona og skvísa það svona og bara vexlerinn þurfti að fekk að finna fyrir gaman að þessu herru, Virna Gianti Rópa já, gott sem pakkaði saman Dabba Rigi eins og svona við var búist, sko máttum að lega og vona því en þetta var eiginlega bara svona vandræðilega mikil einstefna já, þriðja lóta var smá svona skemmtilega svona að byrja með þá var svona Dabba Rigi aðeins farin að lesa takedownum betur en á að halda sér standandi og var svona smá skemmtileg standandi bara í 3 lótu en þú veist, í fyrir 2 lótunum þú veist, þá var eiginlega bara þú veist, ég held hún að verið með næstu 6, hún var með 6-7 mínútur í bardaganum af ground control tíma þannig að, varst að hugsa 6-7? Nei, ok ég hangi alltaf mikið með 8 ára strákum, sko já sko, með hvað ég segi á 6-7, sko og það er engin börn í kringum mig en það hefur ekki verið, sko, mikið hingið til, sko að það verður ótrúlegt að ég segi alltaf eitthvað 6-7 hérna, já, þú veist, hún bara tók hann niður þegar hún vildi í fyrstu 2 lótunum og náði fullt af ground control time og hún tók fram úr kurlega sparsa fyrir, þú veist, mesta samanlagða control tíma í stráktinni í þessum barða það sýndi svolítið hversu mikil einstafn þess að fyrir 2 lótu voru og svo, þú veist, 3. lótan var eitthvað svona smá spennandi, maður vissi, þú veist, Ricci þarf knockout en var aldrei líklega til þess meiri sæg í lok 2. lótu þá droppar Virna hana með höggi, sko hún reyndar svona kemur úr jafnvægi
svona skýtur í takedown, svona grípur eitt fótinn og kýlar hana svo þannig að hún dettur niður, þetta var samt ekkert eitthvað mega knockdown sko. En það var samt svona statement því að Tappa Ridge átt að vera betri strækirinn annars ég sá þess að þetta væri annar lútu þarna var bara eitthvað svona eins og Vincent Jandiroba var hann bara að kýla hana niður og var sem bara í góðar 15 sekundur var átt strækana Málum með Vincent Jandiroba, hún kannski ekki svona fallegasti strækirinn en hún alveg til í að fokkin sveifla og hún hörð og þú veist ekki að fara að droppa hana og hún sveiflar og getur hún alveg droppa gælur sko. Þó að kannski Tappa Ridge sé meira svona slick striker fattur þú veist, þá hún samt ekki með poweri, hún með 2 knockout á ferlinum í 16 bortum fattur þannig að þú veist, hún ekki beint með eitthvað svona power til að þú veist, róta gælur en svo var hún bara tekið niður undir lótunar og bara var að í þetta ground and pound þannig í lokin þannig að þú veist, hún bara svona virna sett sér bara svolítið sem punktinn yfir þannig í lokin sko. Ég er mjög ánægður með hana, þetta var eini barndaginn á kartinu ég var að gera vel í veðmálum þessa helgi sko. Ég var nefnilega bara, þetta var eina svona official veðmálum mitt þetta var eina svona big boy bet sagði ég með þetta, ég hendi 100 eurum á virnu þannig að það var næs Já, það var næs ég er ég er búin að vera svo miklu svona gambling þú veist, gambla maður bara til gambla skilur og þannig að ég hef ekki verið að ná að byggja upp neitt svona bankról og ekki verið að grípa neitt almennilegan pening sem ég var að halda en ég var loksins að setja upp betting spreadsheet á Excel eins og maður á að gera til að halda hans utan þetta Mér finnst það bara boring maður Já, en ef þú ætlar að græða pening á veðmálum þá er það bara pínur boring Já, en þú veist, erum við eitthvað að veðja þannig upp að við séum eitthvað ég meina put our kids through college ef þú tippar 100 eurum eins og Vincent Jandiroba, það er 1,71 í stuðul skilur 1,76 alltaf I stand corrected Takk Ég held nefnilega að þessi þáttur hefði bara verið ónýtt þú veist ekki Nei, bara ég bara segja en þá er það komið með 70 eurur skilur að geta bara sett 70 eurur í vasan eftir laugardaginn og haldið áfram lífið þú veist, það er bara 10 skall skilur, þá ertu bara að lifa góðu bettinglífi þá ertu ekki að tapa neinu og þú ertu að græða 10 skall þú veist, þá ertu bara þú veist, og gera þetta allar helgar og þá þarftu aldrei að græða vísareikningiðin ég hef alltaf betta bara 100 eurum á öll betti mína því ég lendi svo mörgum bettum á þessu kvöldi sko, en svo mörgæðin voru bara með eitthvað 20, 25 eða 30 undir sko. Já, en þú veist maður það bara að fara eftir því hvernig benkrólið er Herra, ég er alltaf að deila nonna vikunar Já, það flottur Nei, þetta er ógeðsleg mynd Og ChatGPT lagði hann til þetta? Nei, ég sagði bara eitthvað Put hair on him Já, crazy hairstyle Já, þetta er vissulega crazy hairstyle Ég er eins og eitthvað svona rykbusti sem er svona þernur nota til að þjusta af svona Ói bara Já En já, þannig er nú þannig er nú veðmála lífið En þetta var nú svolítið glíma En maður sá samt sko að Tappa Ridge hún var að gera rosalega vel í því að standa upp og ég, þú veist, hún var að Vincent Jandiroba náttúrulega rosalega góð í double leg takedownunum og Tappa Ridge var að gera rosalega vel sko nota alltaf posta á einni hendi og setja hina inn á svona innrævert lærið á Vincent Jandiroba og nota það einhvern veginn til að snúa sér gegn takedownu og ég var bara eitthvað svona hvað er að gera þetta? Þetta er eitthvað svona tækni sem ég kunni ekki sko og ég punktaði það svona hjá mér svona, ég þarf eiginlega að fara tilbaka og svona teipstöddja hvernig Tappa Ridge var að standa upp gegn Jandiroba sérstaklega í fyrstu lótu að því að hún var bara greinilega búin að tína til nokkru lausnir sko. Já, hún vissi nákvæmlega hvað var að fara að gerast Já, hún vissi klálega hvað var að gerast en sko, hvað gerum við samt við sko Jandiroba að því að sko það er börns fyrir titilinn Mackenzie Dern og Jandiroba Mackenzie Dern var bara aðeins of heit eða aðeins of góð í Emma aðeins of góð í MMA það var samt bara competitive fight sko. Já, competitive fight ég held að vinna og geta alveg tekið rímansi sko. Já, en plot twist Weili Zhang fyrir mæntalega aftur niður í strawweight af því að hún fór upp í flyweight gekk ekki þar fyrir það var aftur bara niður í strawweight og hún er hún er bara of góð fyrir bæði Mackenzie Dern og Jandiroba er það ekki? Jú. Þannig að þú veist
Queen Bee, Weili Zhang kemur aftur niður strófið og bara, þú veist, þetta mín deild. Já, og hún fær þá, þú veist, tekur beltið af Mackenzie Dern. Já. En Virna Jandiroba, ég var til að sjá hana á móti Tatiana Suarez. Það getur verið eitthvað mjög skemmtilega glímu. Já. Mjög skemmtilega glímu við eitthvað það, sko. Já, ég enda sammála, sko. Ég held að Tatiana Suarez sé aðeins of mikil bara glímukona. Að ég til í þessu viðurreikt, sko. En ég myndi segja Jandiroba, því ég held Jandiroba gæti, sko, boxað hana. Já. Eru eldingar út í það? Aha. Eða eitthvað mynduvel. Crazy fans mættir. Já, crazy fans, alltaf inn á hérna. Inn gluggan, sko. og fjóruðu hæð úr þessar átt. Já. Herri, ég er frá að kaupa nýja mynduvel. Það er svo Emma Freddir er frá að kaupa nýja mynduvel. Já. Já, það er bara 3 mjög eldingar út í. Herri, það er bara geggjað. Og því að ég fer til Íslands og Globetrotterskamp. Já. Flýg út næsta sunnudag. Já, það er komið að því bara. Já. Nice. Fáum nýja myndavel í leiðin. Ok, vel gert. Já, það er ekki einu sem er vel gert. Ég er sko með svaka skím sem að ég þarf að leiða hann, sko, þú veist, sem ég þarf að bera undir þig. En, þú veist, það er sko, ég get sagt að það er off the record. Nei, segir svona. En, já, er ekki bara Tatiana Suarez og Virna Jandiroba? Það er ekki bara skemmtilegt? Það er skemmtilegt fætt, sko. Já. Já, ég digga það. Þannig að ef hún er að koma aftur niður sang, þá er það alveg svona það sem mér finnst mega með sens. Já, ég er alveg sammála. Abdul Rahman Yakev Rinegitjuk sigur á Brandon Ribeiro. Branson Ribeiro. Já. Það væri ógeðslega næst að það væri kaffivél ennþá í stúdíónu, sko. Ég er að segja, það er einhverjir nágrannar fluttu þetta út fyrir hlustundur og þeir tóku með sér ískapin og kaffivélina og örbylgjómið og svona helmingin á leirþvín. Já, það er ekki neitt þetta. Það er ekki það. Það er ekki eins og, sko, viskustykki hérna frá mig, sko. Nei. Og bara, hvað segum við að gjalda? Já, nákvæmlega, við erum bara að stela kaffinu okkar og öllu drastum ykkar hérna, allt sem við komum, nú er ekkert eftir. Við erum bara að vera sko verstu nágrunnar allan tíma. Við vorum líka bara tíma með svona 8 glös inn í okkur sem við varum að gleyma að skila. Já, hún var eitthvað gett reiðudjúkur og við tókum múmínbollan. Ég fekk einhver skilabóð og þá tókst þú múmínbollan minni bara. Sko, fólk sem á múmínbolla elska múmínbollana sína svo mikið, sko. Já, 100%. Já, ég á 2 reyndar, sko. Já. Mér er svo sem saman, sko, ekki upp á spollanum mér. Nei, ég elska. Ég drekk á mikið bara krukkum. Já, sko, það er alveg ótrúlegt dæmi, sko. Sko, með hvað getur verið sérveitur margt. Það finnst mér þetta krukkudót. Alveg, sko. Það er bara svo næs, fattar þú getur bara gripið kaffi, setja í krukkuna og fara með hann út í daginn, fattar þú. Það var ekki fara með eitthvað bolla af heimilinu, þú veist, ég get bara tekið krukku og drukkið og svo skilja það bara eftir einhvers veginn með trullið saman það. Svo fæ ég alltaf bara nýjar, þú veist, ég kaup mér alltaf hunangi í krukkum. Og svo nýti ég þetta í kaffi mitt og jógurtu mitt og ég er alltaf bara með einhverja krukkur, sko. Og stundum bara, þú veist, stóra krukkur fyrir vatn. Já, einmitt. Þetta er einstaklega, sko, já. En maður er bara alltaf með bara eitthvað, þú veist, coffee to go og eitthvað. Og já, en þú veist, það er til svona hitamál, skilur við. Þú veist, það er til svona kaffimál, þar sem að kaffið helst heitt og svona. Það helst ekki heitt í krukku. Nei, maður er svo fljótt með kaffisitt, maður. Já, þannig gætir ég alveg bara drukkið það heima, þú þarftir ekki að taka með þér. Já, en ég er svo oft bara, lífið mitt er svo mikið svona bjúm, fram og tilbaka, blablabla. Þannig að þú veist, ég er voða oft bara svo grípa kaffi og bruna út, fattar þú? Og mér mjög næst að setja það bara í krukku. Já, krukku af kaffi. Minnum við svolítið á rússneska heimspekingin sem að klæddi sig alltaf inn í eldhúsi. Ég geri það mjög oft, sko. Ég set nefnilega alltaf, sko, ég vinn svo mikið úti og verður kalt og eitthvað. Þegar ég kem heim, þú veist, þá fer ég úr ullafötunum mínum og setja á ofnin inn í eldhúsi. Þannig að, þú veist, alltaf ég vakna fyrir inn í eldhús og þú veist, klæði mig í galla minn. Ég klæði mig mjög mikið í eldhúsinu mínu. En hann var, sko, geymdi alltaf sko nærpus og sokka inn í eldhúsinu sinu. Svo kom hann fram úr og allt svona hella við kaffi og eitthvað svona. Svo svona það sem að væri vanalega skilur við svona hífapurð eitthvað, dróðum bara fram eldhúst, sokka og nærbuxur og bara Til að góð hugmynd! Já, look at this much better! Þetta er geggjur hugmynd. Ég ætla að breyta viskastykki í skúfunum minni bara í nærfataskúfu. Af hverju ekki?
þú kemur bara inn í eldur, það er eitthvað matlaði kaffi og eitthvað, skiptur nærbuxur og eitthvað og sokka og eitthvað. Geggjað. Eða bólega og það er bara það sem við vantar, skilur. Já, mér vantar einmitt, ég var með að köpa með kommóðu, ég ætla bara að leysa máli svo. Nákvæmlega. Herru, en það er þetta er vist ekki heimsæki podcast í 15 lótan, en Abdul Rahman Yakhayev að móti Branson Ribeiro, Rear Naked Choke. Já. Sko hann Rear Naked Choke allar bara í fyrsta lótu. Það bara það sem þessi gæði gerir. Ok, það var einhver finnis líka, en allan á fyrstu 2 UFC bardagarnas, það verður Rear Naked Choke núna í fyrsta lótu. Og síðasti bardagarnas áður en hann fór í Contender Series, það var líka Rear Naked Choke í fyrsta lótu. Hann er basically á 5 fight fyrstu lótu finnis sigurgöngu. Já. Þannig að þetta er scary gæði, sko. Já, eiginlega, sko. Hann er síðasta decision win er, sko, í 2003 hittu bara guillotine, rear naked choke, punches the knees, rear naked choke, rear naked choke. Já. Hann hefur ekki barist í meira en 2,5 mínútu. Jú, 3 mínútur, jú. Já. En þú veist, þessi, hann er einu sem farið decision, sem var fyrsti titilbardaðinn hans. Já. Hann er nú 9-0. Hann kemur frá Tjetjeníu. Þannig að þú veist, þetta er einhver nýr hamsat, sko. This guy could be a problem. Já, en þetta er alveg gæi sem að, sko, maður sér á honum að þú veist, hann gæti svona get caught í strækinginu. Þú veist, hann tekur Branson Ribeiro niður þannig að Ribeiro fer í head kick, Yakhayev étur það, en grípur það bara hérna. Hann fær bara svona smellir í hann og hann bara grípur það bara svona límilega við hausinn á honum og lappar svo áfram og tekur hann niður þannig, skilur. Og það hugsa með sér, ok, það var vel gert, en þú svona you're gonna get caught, skilur. Hefi hitt þessi light heavyweight, en samt á hinbógin þá eru ógeðslega margir svona high level light heavyweight gæjar í UFC eru svolítið eru með svolítið vegan hlekk í glímunni. Þannig að hann gæti verið svolítið kryptonite fyrir alls konar gaura þarna og hann er bara 25 ára. Could be a problem. Já, hann er klálega a problem, sko. Hann líka, þú sástu hann að spinning backkickið sem hann gerði. Nei, ég horfði ekki allan hann bara það. Þetta er bara 3 mínútur, sko. Já, en ég var ekki, ég náði ekki að horfa á byrjunna á maincardinu. Nei, ég skilji. Ég horfði á mest af prelims og svo vaknaði ég og horfði á co-main og main og skrifaði greinan það. Ég skilji. En svo horfði ég bara á þessi finnis, sko. Já, ég var að kærustufakast hart yfir prelimsinu. Já. Þetta var gott. Kertaljós og já, svakalur. Já, fakkaskapurinn maður. Já, við vorum svo mikið að tala upp í gymmið daginn, sko, hvað þetta væri ekki hægt, sko. Ha? Já. Upp í gymmi? Já. Hvað er gymmi? Vappi sé. Sögurnar sem fara að því þar, sko. Í Vappi sé? Já, þegar svona menni sem ég og Kolli og svona koma saman og deilum kæristu fakkasögunum. Nei, þið eru náttúrulega verstu kjafta tæfinnar. Hvað er þú og Kolli búin að segja um mig? Nei, ég er bara búin að deila ímsu og hann ímsu og svona, veist. Kolli veit ekki jack shit um mig. Já, hann var bara þetta er ekki rétti tími fyrir þetta. Er þetta ekki rétti tími? Þú óttir að vera undirbúað, þú veist, bardagakvöldi 10. apríl, sko. Hann bara, já, nonni bara í einhverju dagsferð með kæristinu sinni. Ég er alltaf að plana þessa dagsferð með kæru og þegar við vorum í Nottingham. Þá var ég oh god. Þú rakst mig út á hótelherberginu okkar svo þú geti gert hvað, nonni? Til að svo ég geti FaceTime með kæristunum mínu. Já, greið þjónustustúlkunar á hótelinu sem þú veist að taka til í herberginu eftir þig. Nú veit ég ekki alveg hvað það var herri, það var bardagi þar undan Ethan Ewing á móti Rafael Esteban. Hér er annar gæði sem could be a problem, sko. Rafael Ewing? Já. Það segir maður ekki Ewing. Ég veit ekki. Ég heyrði nefnilega einhvern annan segja líka Ewing og ég myndi segja Ewing. Eða ekki? Ethan Ewing. Já, ég held það, sko. En já, hann bara tók unbeaten Brazilian prospect og bara gaf honum einn góðan í lifrina og sko, málið er einn góðan, nei, já, bara buffa hann í 3 lótur og svo bara kláraði með livershot. Ekki eina livershot knockoutið á þessu karti, by the way. Þetta var ekki góð dag fyrir hinnar ýmsu livur. Já. En þessi gæi, það sem ég fíla við boxið hans er head movementið hans. Vörnin hans er svo góð. Þú veist, jú, góðu strækjar og góð högg og allt það, en það sem maður svona
pinpointar bara head movementið hans og vörnina strækinglega séð og svo hann líka bara, þú veist, þeir sem hafa kynnt sér hann aðeins betur tala hvað hann sé með elite wrestling líka, sko. En bara ég horf á head movementið og bara, já, þessi gæði góður, sko. Já. Kom inn hann sem underdog til að mæta Velmaker og Short Notice Malcolm Velmaker og vann hann og þú veist, núna með þetta statement, þú veist, þessi gæi bara að fara að turn the bantamweight division on its head, sko. Já, þetta svona knockout power bantamweight guður, sko. Já. Og ég að fíla, skilju, hvað hann búin að vinna, sko, taka Malcolm Velmaker og núna þennan Rafael Estevam sem ósigraður, reyndar, sko, alltaf eitthvað vesen á honum. Á Estevam? Já, maður missa vikt, hvað, 3 sinnum núna. En sko, lét hann út eins og hann hefði bara Ethan Ewing, lét Rafael Estevam líti út eins og hann hefði aldrei barist áður. Já, Rafael Estevam var að missa weight í flyweight, var ekki, og komið núna bara í bantamweight. Jú, og misti weight í bantamweight. Já, misti weight fyrir þennan barða líka. Já. Það er málið, skilju. Hvað ætti að færa þig upp? Já, og samt missa weight. Einmitt. Áhugavert. Það er crazy. Þetta er bara lack of discipline. Myndi ég segja. En sko, það sem að Ewing á líka tilskila, að hann er svo góður, þú veist, hann er með svo mikið box space, hann er svo góður boxari. Svo þegar það skotið á hann, þú veist, þegar menn eru að krömbla undir pressunni, skjóta í felluna, þá hann bara svo góður að spróla. Hann er bara svo fljótur að spróla og hann er með svo lágan base, nú þegar, skilur við, að, þú veist, hann sprólaði bara og stendur upp. Og hann er mjög góður, skilur við, að svona spróla, pósta á þig, sörkla og komin út. Þessi gæi í Ethan Ewing, hann er bara, sko, veist, ég held að sé ennþá að vinna sem svona safety officer í construction. Já. Hann allan þegar hann vann Malcolm Velmaker, þú veist, þá mætti hann bara í vinnuna á mánudeginum og allir voru að klappa fyrir honum og eitthvað. Og það fyndi út þegar Malcolm Velmaker var construction worker og þeir þólikiði safety officers sem segja þeim að vera með hattinn á sér og eitthvað. Og þú veist, hann var að segja að það hefði bara verið ekstra bara salt í sárin að hafa tapað fyrir fucking safety officer, þú veist. En já, ég hugsa Ethan Ewing getur núna bara einbeitt sér að MMA-ferlinu sínum. Já, ég held að það sé alveg safe. Ég skil ekki okkur fekk hann ekki fucking performance bonus fyrir þetta. Já, og Tommy McMillan fekk performance bonus. Já, ég var það var þetta fætatunrætt. Já, það var fætatunrætt, en sko, Alexander Costa fekk bónusinn fyrir hitt livershotið. Þú veist, þeir eru báðum með liðisvot, getur ekki gefið báðum mönnum bónus, eða? Af því að Ethan Ewing var ekkert eitthvað minna, impressive, þó að það tekið hann 3 lótur en ekki 2. Já, með smá skrítið, sko. En svo fekk náttúrulega Alice Pereira, mín besta, mín allra besta. Ég líka veðjaði á hana by KO. Já, 5,75 í stuðul. Já, sett 3 skall á það, bara hann fekk 115 € tilbaka. Já, nice. Það var gott bett, sko. Já, mjög gott bett. Ég vissi bara, mín allra besta, ég vissi bara að, þú veist, út af hún tapaði split decision í debutinu sinu, ég vissi bara hún kemur tilbaka, hún þarf sterkt statement núna og djöld gerði það maður, bara, fokkin, bara hnéðana í skuggaveitina, djöld er ánæði með hana. En líka bara, hún er 20. Já, hún er ekki búin að æfa MMA lengi, sko. Nei, 4 ár. Já, nákvæmlega. Þannig, og það er líka, sko, þetta hún er bara svo hávaxin og lappirnar eru svo langar eitthvað og svo bara, hún er bara svona miður skrefi bara, og það er bara undir huguna á henni og bara það er rosalegt. Herri, en við fengum annan debutant, Tommy McMillan á móti Manolo Cecchini sem að ég nú ekkert eitthvað alltaf hrifinn af. Fínt debut fyrir Tommy McMillan sem er svona nýja prodigy hans Sean O'Malley og Erik Nixick. Já. Erik Nixick, er ekki Tim Welsh? Jú. Nú þarf ég eitthvað að kíkja. Þeir eru svo líkir, sko. Það er Tim Welsh. Það er Tim Welsh, já. Þeir eru svo ógeðlega líkir. Alveg. Og ég bara býtu nú við. Já, einmitt. Það er rétt. Nefnilega, þú veist, það er mikil spenna og svona eftirvending eftir þessum gæði, sko. Já, hann líka bara alveg eins og Sean O'Malley. Já, það er svona, hann alltaf að vera mjög flamboyant og eitthvað, en algjör spassi þessi gaur. Þú veit, sástu allan fætin, eða? Nei. Þetta var svona,
algjörsmassi þú veist, maður segir, þú veist, hérna Justin Gaethje er svona controlled chaos þessi gæði er bara svona chaos chaos en hann er rosalega spastískur, rosalega svona unorthodox, rosalega high output það er sko þetta er ein lóða og við erum að tala að hann var með 134 högg já þú veist, í fyrstu lóti já, hann bara og það sem hann gerur svo mikið, skilur við, það sem mér fannst hann gera vel í þessum bardaga er að hérna, Cecchini er svona, bara stendur vel í hennum, sko, er game, ætla bara að berjast við hann, skilur við og Macmillan er bara bam, 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 bam og þegar menn, þú veist, fara niður þú veist, sjella upp, vilja ekki lengur þú veist, pressuna, vilja taka smá pásu þá svona leggst hann ofan á þá, tekur front headlock-stöðuna og byrjar svona aðeins að ragdóla þig það sem hann getur svona aðeins hvílt sig er að beita þig mjög óþægilegri pressu og svo kannski sleppur hann eftir 2-3 sekundur strax í hné en þá ert þú bara búin að vera eitthvað, láta ragdóla þig færð enga pásu, færð hnéð og svo aftur bara búm, 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 búm bara endurist output það sem að hann svona fær 2-3 sekundur í pásu meðan hann er kannski með þessa front headlock stöðu og setur svo beint í pressuna aftur þegar þú losnar undan og það bara eiginlega braut Manolo Cecchini en Tommy Macmillan er samt alveg svona þú veist, hann er opinn, skilur mér finnst þetta eins og þetta sé gaur sem að myndi tapa á móti mjög technically sound long reach gæja þannig að, en spennandi gaur sko. En þú veist, það var 1,10 stuðurla á hann eða eitthvað það var debut já, einmitt mér gæði ekkert sens þannig að ég svona alveg hérna já það var merkilegt sko en alveg gaur til að vera spennandi fyrir sko já, spennandi að fylgjast með þessum já, ég er mjög peppaður fyrir honum það er ekki oft sem að sé svona stuttan fá fight of the night nei, en þeir bara settu bara alla sjepan á borðið bara leið og svo var þessi annar debutant, var ekki hann Jose Delano, var hann ekki líka debut? Jú, hvort sé ekki rétt það ég sá ekki þennan bara þetta var fyrsti bardaginn á mainkartinu, eða ekki? Jú mætti Roberto Chala pólsku gauður sem er búin að tapa núna 2 í UFC en Jose Delano bara, þú veist gauður sem var grannlega debuta við fylgta svona nervous svona first time jitters orku en Southpaw, mjög solid boxing, bara svona solid performance hátt output í þeim báðum sko sérstaklega ég tók til hérna þetta er já, þetta er ekki alveg sko Macmillan tölur, skilur við, ef við talum sko 200 strikes, það eru báðið með 200 strikes en þú veist, það er kannski að averagea svona 65 strikes í bardaganum sem er svona frekar hátt output að þegar með sko hafa með significant strike hlutfall upp á 62% þannig að þú stræka, þú veist, þú ætti að lenda svona kannski 10 significant strikes nei, svona 20 per mínútu þannig að þú veist hann er bara frekar solid gaur þú veist hvað var output og skemmtur en hann er bara að pakka þessum gæðis og hann er bara, já, og bara virkilega góður hérna þetta er svona gæði sem að hérna, já, verður svona flottar með tímanum og alveg svona one to watch ekki alveg eins og hérna gæði sem þú varst að mæla með daginn, áðan alveg sko, þetta kurkaði hann eftir gólfið ég er með flösku núna já, en þetta var alveg svona Delano var alveg svona one to watch ég hérna, þetta var alveg sanngjarnt að láta hann opna karti það er bara gaman að þessu djúðið var hann steiktur í hausnum maður my god ég var ánægð með hérna þeir sem enduðu prílimskartið Thomas Peterson á móti Guillermo Pat ég var ánægð með Thomas the Train að vinna, þú veist ég elska það svona þú veist, hann er svona bumbu heavyweight á móti einhvern svona jacked, ógeðslega flashy striker gæja og hann bara vann þetta, þú veist Pat gerði ekki fucking neitt jú nei þú veist, alveg eitthvað fyrir 2 lótunum en svo bara kom Thomas Peterson út í 3. lótuna og bara droppaði hann og bara var alla lótuna ég var með bett sko bara þetta færi alla leið djöldsveitnaði yfir 3 lótum en Thomas Peterson, hann gerði þetta bara svo hann bara fætaði svo smart fæt á mótunum sko. Það mótið gæði með svona ógeðslega mikið power, svona snappy högg og eitthvað hann náði bara svolítið að núla hann út en ég minna Pat lent alveg einhverjum ágætum höggum hann og þú veist,
hefði alveg geta þú veist, það hefði alveg tekið marga menn út þarna en Thomas the Train ég elska þetta nickname hann bara svona, já, hann grjótharður og hann geði bara gott wrestling og ég mjög spenntur fyrir honum, sko. Já, að ég segja hvað Pat gerði í þessum þetta Total Strikes 42 í 3 minútum en þegar hann lendir ouch já hann náði alveg að stönna nokkru sinnum, sko. Já, þetta voru þunghögg, skilju, og hann lenda vel, skilju, þetta var svona mjög klassísku karðigæði, skilju, engin combinations, bara eitthvað svona, búm, bara eitthvað hérna, svona bara tekið niður og kjössamlega murkaður í gólfinu, sko. En, sko, að kalla 42 strikes á 15 mínútum, jú, hann gerði eitthvað. Nei, þú veist, get the fuck out of here, skilju. Þú veist, sko, þú veist. Hann gæti samt alveg verið spennandi gæði, sko. Hann þarf eitthvað hérna, taka til glíminu hjá sér, en þú veist, hann með explosive kraft og hérna, kraft í höndunum sínum, sko. Já. Gæti alveg gert eitthvað þessi gæði. En ég fíla Thomas the Train, hann minn maður. Já, Thomas the Train fín, en ég get sagt að það núna bara Pat ekki að fara að gera neitt í þessu. Já, ég get alveg séð hann snúið sig við og gera eitthvað. Nei, við þurfum bara að vera ósammála með að vera, eða sammála með að vera ósammála. Ósammála með að vera sammála. Ósammála með að vera sammála. Það er kannski meira eins og ég og þú oftast. Herru, hérna, kveðja þetta kart. Já. Að við fengum nefnilega líka, sko, hérna, Wilder á móti Chisora. Já, Derek Chisora. Já. 50. bardagi fyrir báðamenn. Já. Og þetta var kveðju bardagi Chisora. Já. Hann fekk náttúrulega mikið stuðning, þú veist, hann er náttúrulega hérna breyti, fekk mikið stuðning hann í O2 Arena. Já. Ég hélt svolítið með honum. Ég sé eftir að hafa ekki tippað. Ég sé eftir að hafa ekki tippað, bara leið og ég bara fatt að þessi barndagi verið í gangi, það var bara fuck, ég hefði tippað Wilder. Já, hann var líka alveg sizable underdog, sko. Ég var að spá ég að tippa honum, svo var ég hérna bara eitthvað, ákveða að gera það ekki, sko. Nei. Svo þegar ég sá sokkabuxnum hans, þá bara ég glæði að tippa ekki á hann. Sokkabuxnum hans Wilder? Já. Hvað var mála? Það var eins og hann var ekki eins og með lappir, sko. Hann með svo grannar lappir. Þú mestu spóaleggir allar tíma. Hvernig hægt að vera með svona litla lappir? Hann líka bara ekkert góð bóksari, ég ætla bara að segja það. Hann ekkert góð bóksari. Hann með hann kraft, en þú veist, líka bara í þessu bardaga, það var ekki eitt svona gott jab í öllum þessum bardaga. Þeir eru bara eitthvað, þú veist, það var, mér fannst eins og ég var að horfa bara á eitthvað svona low level dót. Ég átti vona bara svona, þetta áttur að gegja bardagi. Og ég skrifaði þarna grein minna bardaga, þar sem að ég kallaði þetta dauðan bardaga og eitthvað svona, margir voru fyrir vonbrigðum. Ég var að skrifa það ekki fyrir ég var fyrir vonbrigðum. Ég elska þegar ég skrifum grein, ef ég er ósáttur, þá segir maður, margir voru, margir. Nálega. Ég fekk einmitt bara skilaboð frá ákveðnum bardagamanni sem var bara, heyrðu, þetta var geggjaði bardagi. Já, það var ég bara var ég aðeins og tómharður þarna. Mér finnst það ekki of tómharður, ég veit ekki hver það var sem að sendi skilaboð, en ég þarf bara að sammála þér. Mér fannst það ekki góð bardagi. En þeir voru alveg, þú veist, það var viðburðaríkur bardagi. Já, Wilder var nálægt í að klára hann í 800 lótu og maður hann í alls konar vandræðum og þú veist, Chisora var alveg að smetla hann með overhands bara aftur og aftur, hann að lótur 3 til 7 eitthvað. Það sem Chisora bara eiga ógeðslega góðan kafla í þessum fætt, var alltaf að smetla hann með einhverjum overhands sem að Wilder bara kunni ekkert að eiga við, sem hann fannst ógeðslega skrítið. Svo hann alltaf að hann komst í návi, þú veist, þá tók hann alltaf bara svona króka í bodyið sem voru að lenda og ég einhvern veginn svona, ég var alveg að hallast það að Chisora að tekið það, sko. En náttúrulega, kannski, þú veist, eins og þegar maður telja saman svo óslega margar lótur, ég var ekki eitthvað að skora þetta lótu fyrir lótu. Svo náttúrulega, þú veist, eins og 8. lótan er náttúrulega 10-8 lóta, þú veist, þannig að það hefur svolítið áhrif á skoringið. En ég var einhvern veginn svona, þú veist, svo þegar þetta var búið, þú veist, þá bara var ég að skipta strax á UFC af því ég vissi að mín besta kona, Alice Pereira, var alveg að fara að byrja. En ég var svona, já, ég held að Chisora ekki bara tekið það. Þó hann ekki lent í vandræðum hann eitthvað, hér og það eitthvað svona. En, já, ég þau, mér finnst bara leiðileg bardagi. Mér fannst það frekar leiðileg bardagi, sko. Ég reyndi að skora þetta lótu fyrir lótu, en ég verði ekki, ég datt út eftir 7. lótu. En ég með, sko, Wilder, hjá mér Wilder að vinna 4 lótur og Chisora bara að taka 2.
þegar barndaginn hálnaður sko en ég bara það var bara ekki skemmtileg barndagi það var bara frekar leiðilegt en þú veist, það var alls svona dramatík í gangi, skilur við eins og ég, þú veist, og þeir voru alltaf einhvern veginn svona dett út fyrir kaðlana og eitthvað, það var bara svo mikið bull í gangi. Já, herru, ok, Valdir hrindir Chisora gegn kaðlana og þá fær Chisora talningu. Já. En svo slær Chisora Valdir niður, Valdir sko slippar en Chisora hittir hann ákveður þá og hann dettur niður að miklu leiti út af því að hann slippaði en það var samt högg sem sló hann niður og þá var engin talning það gæti hafa haft einhver áhrif sko. Akkur er verið að telja þegar hann er hrind út úr hringnum en ekki þegar hann er slegið niður það var eitthvað skrítið hana mér fannst það smá skrítið ég veit ekki, kann ég ekki svara fyrir það sko. Nei, ég var líka að tala aðeins við Davíð og honum fannst það með skrítið sko. Ok já, það er skrítið sko, svo var sem ég líka fyndi sko, hvað dómarinn þurfti sko, að reyna mikið á sig til að hafa stjórn á bardaðum til að byrja með þeir var svona, bara, ég held að hafa kallað break svona 8 sinnum bara í fyrstu 5 minútum alltaf að knúsast líka Valdir var alltaf að kýla hann í nakkan alltaf að koma í klinsið, þú kýldi hann alltaf í nakkan á hann það var svo blatant fál einmitt bara, sem er eiginlega alveg galið, dómarinn átti mjög erfitt með þetta og svo er líka bara, liggja bara á köðlunum dómarinn er að reyna að láta á þú veist, breyka og standa upp og eitthvað þeir gera það ekki, svo allt í bara einhver gauru kornars Chisora komin inn og til að hjálpa dómarinn að rífa Valdir af honum og eitthvað tæknilega hefði hann getur verið diskvalifæð fyrir að hótna að slaupi svona inn í syngin sko. En það var alveg bara það var svo mikið skrítið bara, þú veist, og alltaf, þú veist, og í 7. lóti þegar detta það niður og einhvern veginn bara Valdir bara mántan hann eitthvað á gólfinu og það var svo margt í gangi í þessum bardaði sem ég bara skildi ekki og mér fannst það leiðilegt áhorf mér fannst það bara leiðileg bardaði mér finnst það skemmtilega bara 2 bardaðarnir sem voru undan hann Riley og Bentley Riley og Bentley er náttúrulega bara bæði takkunum gæði góðun en ég túnaði að brenn þú horfður á þetta live og þú áttir aðgöngin okkar til að horfa á þetta live en ég horfði bara á þetta í morgun og ég var umlað spenntur að sjá þetta en svo var ég bara eitthvað þetta er ekki hann sko, þetta er ekki fyrir mig ég var bara, getið þið klárað þetta og því að Alice Pereira er alveg að fara að byrja mín allra besta ég er bara að gleyma okkur þú svo mikið hots fyrir alveg ég bara uppkvæmta hana áður kom í UFC og bara þú veist og bara búin að vera fylgismenni lengi hluti bara eitthvað sko ég var búin að vera að býja eftir þessum Valdir-bardaga þegar Kolli var alltaf orðaði við Valdir nákvæmlega, ég held að Kolli myndi fokkunum upp en þetta var líka bara, þetta átti bara að vera eitthvað svona auðveldur Valdir-bardaga til að koma Valdir eitthvað svona aftur á eitthvað skrið sko. Já, Kolli? Nei. Þessi bardagi, þeir voru að reyna að finna bardaga fyrir Valdir til að koma honum aftur á skrið töluðu við Kolla og Kolli baði með eitthvað mikinn pening og þeir eitthvað svona þú veist, risky word eins og allir segja og kannski ekki rétti bardaginn fyrir Valdir að taka núna, þú veist, til að koma honum eitthvað aftur á korti, skilju en hefði verið geggjað, þú veist, að Kolli hafi verið 80-0, þetta er áður en hann fer Þú maður Glennis Já og það ekki síðan bardagi Nei, það var Petr Martínez áður mæti Petr Martínez, þetta er eftir Lennis fyrir Martínez mér minnir það bátið, sko eftir að Kolli sigra Lennis, þá er hann orðaði við Valdir að þeir eru eitthvað svona reyna að koma Valdir aftur á kortið þá er Kolli 18-0 var ekki góðu gaur fyrir Valdir til að sigra til að minna fólk á að Valdir sem þetta geggjaður og svo byggðu Kolli eitthvað ekki mikið penning og þeir svona, nei ok, við ætlum að reyna eitthvað annað og þeir takk og greinlega finna Chisora í hans kveðjubardaga eitthvað sem að Valdir hefði aldrei tapað Valdir hefði aldrei tapað þessum bardaga eða ætti aldrei að tapa þessum bardaga ætti ekki, en það var alveg svona bettinglega séð miðað við það sem maður vissi Chisora var big favorite, sko en þetta var sko, eins og ég heyrði í einhverjum ég heyrði í Davíð Rúnari og Gunnari Guðjóns og eitthvað svona fyrir hvernig þeir sá það, sko ég heldur svona, það sem að flestum fannst var, þú veist, annarkvort rótar Valdir hann snemma, eða Chisora þú veist, vinnur á decision þannig að svona, það hefði allir rámt fyrir sér nema ef við getum svona
spilað leikinn og hugsað með þessu svona, þú veist, menn vissu, sumir vissu, hvað svona barða þetta var. Þannig að ég svona, þú veist. Það var alveg 2,5 á Wilder, sko. Já, ég sé bara eftir að hafa ekki tekið. Ég var með að gera það, sko, en þú veist, einn á Coolbet var ekki hægt að vera með Method og Victory, sko. Mér langaði að setja Chisora by decision. Það var bara eitthvað 1,5, þú veist, moneylineið og ég vissi ekki nógu mikið þetta til að, þú veist, maður hefði vilja vita aðeins meira og, þú veist, henda á 100 eurum með eitthvað á það. Já. Þú veist, en þegar maður veit ekki mikið og fyrir svona lítinn stuðul, þá er maður ekkert að riska í. Nei, ég skilji. En við varum svona, mér leiði svona eins og ég væri næstum því með inside info eftir að spjalla við sko Kolla fyrir mörgum mánuðum. Þegar hann svona tala hvernig barðaði að vera að stýta upp fyrir hann. Þá líði maður næstum sem að hafa verið með inside info. Ég skilji. En já, ég held að Kolli myndi fokkunum upp. Já, Kolli myndi fokkunum upp. Hann myndi bara djabba á honum hausinn. Þú veist, af því að, þú veist, Wilder kann ekkert að verja sig. Nei, Kolli myndi fokkunum upp. Ég held sem að sko, miða við Kolli í sparrinu gegn Braga Lange sem við fengum inn í podcasti í síðustu viku miðað við Kolli leit vel út í þeim spörrum þá veit ég bara eiginlega bara for a fact Kolli myndi fokkunum upp líka bara Kolla mútið Michael Ennis já, bara, þú veist, Kolli fokkar upp mörgum sko þannig að já hann er nú það ég held að Wilder sé svolítið overrated sko já, það getur verið hann er að tala núna bara að hann vilja fara í Anthony Joshua já, ok en það er málið skilu, þannig að átt að byggja hann upp í eitthvað annað stórt, eitthvað Wilder, Anthony Joshua, big money, ching ching og þá getur hann, þú veist fengið smá pening Anthony Joshua myndi fokkarum upp já, hann myndi róta hann sko það gerist 100% en Wilder veit það skilu, hann vil bara að fokkin shakearnir hann á úti setja saman money fight sko þú veist það er það sem þeir vilja ég er búin að lesa þetta já ég er búin að lesa þetta já Þannig er nú það. Shakeanir. Ég sko, mannst þetta þessu shake? Þú veist, þegar maður fara út í shoppin þegar maður lítill, gift shake í svona dollum. Er það til? Já, þetta tala bara, svona tilbúin shake, ekki bara út í ísbúð. Nei, bara giftir bara í fyrstum í svona shoppin, skilu. Já, ég man því, já. Og það var alltaf mynd af svona dansandi araba. Nei. Já, ég bara myndi eftir daginn. What? Það er ekki langt síðan ég sá mynd af gamla shakeinum. Og þú veist, þá er svona dansandi arabi á Nei, Jú, ég er að segja það sko Er það Google Shake? Ég er að Google Shake, örgulega MS Ís Hérna Ég er að segja það, þetta er Þú maður Google Shake Já Það er með málið, skilur Og núna erum alltaf bara eitthvað svona Shake a la chic eða hvað sem þetta heitir Það er ekki dansandi arabi Jó, ég er að segja Þetta er þarna sko Nei Jó Er þetta svona, hvað heitir það? Mandela-effekt? Já, eins og með hvað heitir Fruit of the Loom eða eitthvað Jú, það er dansandi arabi Það er Já, ég er að segja það Við maður sjá það Dansandi arabi á shakeinu Viltu shake? Þetta er svo gott sko Hugverkastofan gerði þetta Myndir getur verið varnar hundur Já, alveg bóttið Sjátt á þetta hugverkastofuna Hugverkastofan, er það ekki bara eitthvað Er það ekki eitthvað svona engaréttis batteri? Ég veit það Hugverkastofan Þetta er hljómar eins og eitthvað svona Hugverkastofan Já, rétt hjá þér, það er shake að hann shake sig Já, hann er bara shaking it Já Þetta er bara einhver allra mesta hugverkastofan, skrifstofa ráðuneytis Katrínartún Skráð hugverk skapa verðmæti meðal annars vörumerki einkalífi hönnun og byggðarmerki Hugverkastofan heldur utan skráningar fuck maður Ég fæði bara svona ekki ógeð af öllu tengt ríkinu Jæja Colli vs. Wilder, AJ 2006 Please, þetta er rétt Þetta hét Shake Já We're boxing smart er shaking it smart sko. Já, tjatti lifandi er þetta bara Arnar að fylgjast með Það er boxing smart Ég held að streymi sig eitthvað pínu lélegt Nú Já, hvað upp að gæðin
Ég var hans að prófa nýja hluti hérna ákvaða hérna en við erum með eitthvað poor quality, ég veit ekki alveg hvað að valda því. Það gæti enda verið stormurinn sko. Já. Að við erum með 4G á þér gæti verið að veðrið sé að skemma. Já, 300 eldingar maður. 300 eldingar, skemma net. Já. Herri, við höldum áfram með drekkhlaðin þátt. Það UFC 327 í Sýri Braska móti Carlos Ulberg. Hvað Já, við erum að klukka 1:30 og við erum 20 eftir. Já. Það UFC 327. Já. Það var leiðilt að komin eventi datt út, það átti að vera flyweight title fight hjá Joshua Wan og Tatsuro Taira. Já. En Joshua Wan þurfti að draga sér út af meiðslum. Þannig að við fáum bara, þú veist, Musakanov, Paulo Costa sem komin event. Þannig að þetta kard að svolítið missa sitt vægi hérna. Það eitt komment hérna, gef mér einn His Excellency með karamellusósu. Já, við erum svolítið að missa þannig að komin eventið þá Asamad Musakanov móti Paulo Costa. Já, sem svona alveg bara fýtt fight sko. Já. En það vantar, það átti að vera svona double header sko, tveir titilbardagar. En fáum bara einn. Það er mikið af cancellations. Já. Á þessu kvöldi. Þú veist, Andrei Lima mötti Dong Hu Choi, rescheduled, Dale Cockus mötti Vincent Luque, rescheduled, Joshua Wan, Tatsuro Taira, Wan meittur, Benil Darius mötti Manuel Torres, Torres dróð sér barðanum Francisco Prato mötti Alvíteres. En Prato samt sko, hann mun mæta Charles Radke, það mjög skemmtilega barðagi sko. Það opnunarbarðaginn á kvöldinu. Já. Og svo Nassim Sadikov á móti Marquel Medeiros. Já, þannig að það slatti af cancellations. Já. Eða þú veist, og reschedules og einhverju vesinni sko. Já. En flest þessi gaur fengu eins og Medeiros, hann fæ Chris Padilla sem er mjög skemmtilegur, þannig að það getur verið skemmtilegur fætt sko. Það eru sko eiginlega allir bardaðirnar á þessu karti eru góðir. Já. En það vantar bara svona star quality bardaðarna. Þú veist, bara allir bardaðar á kartinu eru bara svona, já, ok. Svo ekta Bellator bardagi, Patricio Pitbull móti Aaron Pico. Það er bara hlutleikur í Bellator maður, hvað að gera á UFC kartinu mínu? Nei maður. Nei. Ég er mikill Aaron Pico maður. Ég dýrka Aaron Pico. Já, þú veist, hann var done dirty á móti Leon Murphy. Já, hann var hendið djúpa fucking laug. Já, hvað, var hann ekki debut í UFC? Debut í UFC, outspinning elbow í fyrstu lútu. Já, ái maður, en hann leit svo vel út. Frá bara einum besta featherweight í UFC. Já, eða sko, þetta er gott kart. Slakað á, halt í hestana hérna. Já, en það vantar bara það, þú veist, það vantar hann að Conor McGregor. Já. Það vantar eitthvað þannig. Sko, við erum samt með Paulo Costa. Já. Þú veist, ef að svo kjötgreiningamæðurinn okkar væri hérna. Já. Ég get ímyndað mér einn mann á 50-aldri sem væri svona byrjar að fytla því sig hérna við borðið. Hann líka elskar Musakanov, sko. Já. Hann oft talað það. Hann elskar Musakanov? Já. Musakanov er alltaf skemmtilegur. Undefeated og skemmtileg fættir, sko. Já, 6-0 í UFC. Já, í UFC. Í UFC, já. Þú er svo fljótur að leiðrétta mér stundum, sko. Ég bara, þú veist, það að calm your tits, baby. Herru, hérna, ef að reyna að spá í spilin. Já. Ég er ekki búin að greina þetta kart í þaula. Ekki eins og ég vann að gera. Bara búið að vera drekkhlaðan dagskrá og mjög erfitt að finna ST-kortalesara bæinn. Þú ert alltaf upptekinn að vera kæristafæki. Nei, já og nei, skilur. Date alla daga, alltaf bara eitthvað svona mega elaborate scheme í kringum dating og eitthvað. Já, fyrir allar stelputunum úti, ég nýtti þetta podcast viku eftir viku til að auglýsa þetta kæristu. Og það svaraði mér enginn. Og þannig að mér finnst núna bara fínt að segja hans frá því hvað ég geri fyrir mína kæristu. Til þess að hlustundur svona viti svona hvað er mistað. Já, svona, ég hefði þetta að senda skilaboð. Ég hefði þetta að hringja þegar línan var opin. Þannig að já, en ég fór í eitt date þarna, það sem dagslangt date, þar sem ég var með svo gaman að taka svona þryggjalega date, þar sem við fyrir kannski tvisvar út að borða og gerum eitthvað svona activity og skoðum eitthvað svona dót og endum með okkur hótelgistingu áður en við gerum svo eitthvað skemmtilegt daginn eftir. Já, stelpur, þetta var í boði.
En hérna en ég náttúrulega planaði þetta þegar við vorum í Nottingham þannig að ég þarf að heyra í Kolla og að þegar, ef hann eitthvað hérna að rífa kjaft yfir þessu sko, elunni ég veit ekki hvað, sko ég held að Kolli sé aðbyrðið saman, sko af því að ég hef átt eitt svo mörgum kvöldum upp í rúmi að tala við Kolla í síman í kannski svona klukkutíma upp í 2 tíma og þessi dagar eru svolítið hún finnst hann að vera búin að missa sko við hefum ekki verið að gera þetta lengi sko ég held að ég hef átt eitt gott klukkutíma átt samtal við Kolla síðustu mánuðin skilur það sem ég þarf að vera eitthvað svona hey baby ég þarf að tala við Kolla hún er eitthvað svona ég tala alltaf svo lengi samt já baby þú veist ég á líka nefnilega mann en hérna við sko MMA fréttur og næstu búin að við vorum búin að rædda þessu fyrir Kolla fyrir barndaginn hans, 10. apríl þá í boði MMA frétta var Kolli að fara á hótelgisningu í 3 nætur 2 fyrir barndag og 1 eftir barndag á hótelinu hliðin á venjunni í boði MMA frétta það hefur verið svo mikið flex fyrir okkur að lefa hann sofa niður í bæ lefa hann gistra hana já, bara væri með hótel og geti hoppað yfir og geti vel bara nokkur skrifir já, það var bara komin að venju og geti hitað upp þarna og eitthvað það var bara mjög þægilegt fyrir hann sko 100% sko það hefur svo mikið flex bara svona í boði MMA frétta líka já, við ættum með sko að hérna, það er mikið flex sko en svona þegar vera skipur ekki svo nefnileg kvöld að hafa Kolla svona bara á hótelherbyggi bara alveg hliðin á venjunni sko sem hann getur bara við hliðin á en andstæðingurinn hans fær það ekki hann er bara eitthvað staðar hann er eitthvað svona Airbnb upp í bröldi já, nákvæmlega þú tekur bara leigubíl 11 stoppar hérna við talaðu það maður hérna Derek Chisora hann tók bara túpið á O2 Arena já, ég trú því en ég held þessu ömulegt að fara með einhverju öðru heldur en túpinu á O2 Arena þú veist kannski fínt að fá eitthvað bara svona private limo eitthvað það er eitthvað gata sem fer upp að ég veit það ekki alveg þetta er bara svona þegar við komum út úr túpinu það var svona og þú veist, þetta er bara þú sást, þú veist, fyrir utan hérna Hilton hótelið, þar voru fullt af bara svona flottum, svörtum bílum sem voru að transporta UFC fætara, þannig að þeir hafa verið að fara á einhverjum bílum á milli, sko Jú, það er vissulega, það er einhverjum fyrir þarna, sko en það var bara cool, veist, hann var bara að taka túbu og bara fullt af fólki kringum hann bara og hann var gett nettur, veist, hann var með svona breska fána yfir andlutinu sinni eitthvað og bara taka túbu og bara allir bara það er hefinett það var að vera með breskan fána yfir andlinu á sér ég keypti mér sundskilu í Serbíu sem var breski fánin svo svona, þú veist, sundskila úr breska fánum eitthvað og ég hef með breska fánin yfir tippinu á mér og það var ekkert nett það var bara, svo mætti ég ykkur á sánu og það var svo mikið bara svona oi, hvað gaur er þetta það ég keypti ykkur svona einhverja, ég man ekki hvað hérna særnæsti peningurinn heitir en bara ég hefði keypt einhverja sundskilu á 500 kall af einhverju sígunarkonu sem ég fann á einhverju götuhorni nota já, bóttið sko hún bóttið var því alveg hún og kínverski kallinn hennar alveg bóttið sko það var einn besta búð sem ég farið inn í en já, það var út í dúr við ætlum að ræða UFC 327 ég veit það var eitt og annað á þessu karti en Jiri Prochazka á móti Carlos Ulberg Jiri Prochazka náttúrulega bara einn mest í sko man on a mission þetta er eitthvað svona á svo mikið ritað í stjörnurnar að þetta sé kvöldið hans Jiri sko hann er að fara eignast barn bara einhverjum nokkrum dögum eftir fætt sem að er crazy barndaginn er sett 11. og kæristan hans er sett á 13. Þú veist þannig að þetta gæti haft áhrif á kampið já ég veit það samt ekki ég held að hann sé bara svolítið fókus á kampið og svo fókus á hitt senna ég held að það sé alveg super fókust á bara á þetta allt saman og ég held sko ég líka trúi á svona pappastyrk ég held að þú veist að kallar verði svona 10-20 og sterkari þegar þeir verða pappar þú reyndar mistir eitthvað af þessu ég hef ekki fundið fyrir þessu frá þér en hérna en ég svona það er eitthvað svona ég finn oft fyrir eitthvað svona daddy power við svona gæði svona já, hann er búin að eignast barn og ég finn bara Jón sterkari og þú veist maður svona já, þessi gæði fekk daddy power en ég veit ekki hvort það hérna Carlos Ulberg sé pappi en það setur alltaf svo mikið í mér þetta sigur tap Carlos Ulberg gegn hérna Jan Blachowicz já í O2 fyrir hvað, árið síðan já
Einmitt, já. Svona það sko, hann mæti svona Dominic Reyes og pakkar Dominic Reyes bara, Dominic Reyes bara sá ekki til sólar og maður var bara svona, ok, djöfulli Dominic Reyes svona lélur bara lélur Dominic Reyes en svo hugsa maður líka, þú veist, ég bara Prohaska hann jétuskot viltu vera jétaskot frá Carlos Ulberg ekkert rosalega mikið Nei. en svo á sama tíma, þú veist Kyle Roundtree kýlir líka fast og Kyle Roundtree var að vinna kannski var alveg svolítið að vinna hann að barða á móti mér fannst það að vinna fyrstu 2 lótunar eiginlega og svo bara svo bara pressan og hvernig Prohaska eitthvað lapparið niður bara er bara of mikið fyrir menn sko ég er það að segja hverju vinnur hann barða ég myndi hallast það Prohaska en það er líka bara, mér veist Prohaska vera sko bara dominate allt media spaceið það er viðtöl við hann allstaðar og bara þetta snýst einhvern veginn allt Prohaska og hans eigin spann og eitthvað en það er einhver að fara að rótast þessi barndagi fer ekki 5 lótur þú veist, Týri er líka bara með góða högu sko, þú veist, það virðist vera voðalega erfitt að kýla hann niður nema náttúrulega hann Pereira Alex Pereira í tvígang eða ekki það er náttúrulega bara eitthvað Alex Pereira bara frá einhver annar plánutu sko. sem er svona pyrra með pínur sko, því ef að Prohaska vinnur hann að barða og fæði titilin tilbaka þá getur hann samt einhvern veginn ekki sagt ég er besti light heavyweight í heiminum skilur við en nú er náttúrulega Pereira bara árun heavyweight ég veit það, en þú veist þú ert bara besti light heavyweight í heiminum af því að besti light heavyweightin í heiminum fór upp flokk skilur og þú fékkst þá tækifæri til að fylla tómarúmið skilur þannig að þú veist, það er svona pínur svona leiðilegu vingill það er það alltaf þegar maður fær vacant title sko, þú veist, alveg eins og þú veist, Íslam skilur eftir sig og Tupori skilur eftir sig og svona, þú veist þá finnst mann eins og gaurar hafa ekki alveg unnið fyrir þessu það er svolítið máli sko og þú veist, eins og þetta kvöld, við missum hann að flyweight titilin og við erum bara með 1 titilparta og það er vacant title og við veitum bara að þú veist þú ert bara næst bestur ef þú vinnur þennan bara það sem er alveg svolítið svona en þú veist, þetta er geggja kart það vantar einn svona bara undisputed, bara eitthvað huge dæmi á þetta kart eitthvað svona 1 undisputed huge dæmi ok, Patricio Pitbull mútið Aaron Pico undisputed, besti PFL rejectin sem komið til yfir sig einmitt ok, ekki PFL rejectin kannski en svona herri, en ok, það eru skemmtilega barðan margi, þetta er allt skemmtilega ok, Kevin Holland og Randy Brown hver er lengstur hver er svona lima lengst í blöðum eru báðir bara með svona, þú veist 18 metrar í faðm, skilur þú veist, allir bardagar kartinu gæti verið flotti bara svona main event á fight nighti einhvern veginn en þú veist það er svolítið þannig en ok, en ef við gefum smá spá hérna, ég held að segja að ég er í Prohaska knockout í 4 lótu leið mér að hérna taka upp hérna veðbaka íslensku þjóðurinnar auðvitað maður hérna það er alltaf svo örugt system hérna sko, ég lendur svo oft í ykkur double authentication dóti sko maður sá, leitum að UFC bla bla ok, ég er í Prohaska 1.77, 2.10 og Kalle Solberg það er mér líst vel á að taka Íri þarna sko ég hugsa ég hendi á hann annars held ég allt svo mikið með þessum New Zealander sko heldur þú að færir í hérna í treinuna nei, ég veit það ekki svo veit ég þannig ekki sko ég verði að segja Prohaska sko ef við berum líka saman sko við hvernig við erum barist sko Kalle Solberg tapar debutinu sínu gegn Kendi Njokuani Nsetchukwu það er mismunandi menn sko ég veit það ég rugglaði það Nsetchukwu sko, hann eiginlega tapar á móti Jan Blachowicz vinnur Volkan Ozdemir
tekur svo Dominic Reyes sem var svo skugginn af sjálfum sér. Volkan Ozdemir fætin var líka bara mjög close sko. Já. Þannig að þú veist þetta alveg svona, þú veist Jiri Prochazka hefur sýnt að hann er að performa á miklu hærra leveli sko. Þannig að ég verði að vera sammála og taka Jiri Prochazka. Já. Sammála. En ég er samt svona með svona smá mér líður eins og að sé að vera confirmation bias sem ég bara alveg í klassu skilju, eins og ég sé alltaf á fréttir af Prochazka og eins og það sé bara, ég var með svona Prochazka fyrirfram og mér líður eins og að ég sé svona endurst að fá svona confirmation bias og sé ekki nógu mikið að pæla í hvernig hann gæti tapað þessu. En það er bara ég. Asamat Musakanov mæti Paulo Costa, þú veist, ég er lúmskur Paulo Costa maður sko. Já. Ég held samt að Musakanov taka hann sko. Já, þetta er alveg svona er Paulo Costa komið nýtt nickname? Eða var hann alltaf kallaður The Eraser? Já, hann alltaf verið kallaður The Eraser held ég. Er það? Já. Hvað finnst mér svona að vera bara eitthvað svona pretty boy eða eitthvað? Bara það sem þú hugsar? Nei, hætti þessu. Nei, ekki satt. Svo er líka svona vonlaus matchup á það. Hvað er hérna Musakanov barðist við Alexander Rakic, Branson Reaper og Alison Menifield. Hann er mjög góð að sigra sko. Já. Hann er mjög góð að sigra. Það er samt svona hérna já, ég myndi að Rakic sé lang besti sko. En hérna en jú, hann er vissilega bara leitið mjög vel út í öllum börnunum sinu sko. Já, en þú veist, við erum ekki að tala um að þú veist já sko þessi Bartakir Roman Kopilov var svo góður hjá Costa sko. Á hann split decision tap gegn Sean Strickland sem er mjög sterkt sko. Já, það var skemmtileg barndagi sko. Það var mjög skemmtileg barndagi. Þannig að þetta er örugglega mjög skemmtilegur og góður fight. Ég hugsa að ég hallið það Musakanov en Paulo Costa er 100% innið sko. 100%. Já, þetta var góð fight sko. Já, svo er Curtis Blade með Josh Hockett. Ég bara man ekki hver Josh Hockett er sko. Nei, hann er skemmtilegur sko. Já. En kannski svona pínu svona testimony sko hvað þetta er raunni pínu þungt kart en hann kemur ósiguraður 8-0. Er hann bara að berst eitthvað UFC? Já, tvisvar. Já, hann þá 6-0 hann kemur inn í UFC. Já, það er 2 first round finishes og bæði performance of the night, þannig að þú veist, þetta er alveg svona spennandi gæði sko. Já. Ok, og þetta er Denzel Freeman og Max Þetta er gæðin sem er alltaf þykjast vera hérna, hann er alltaf þykjast vera Chelsonen, hann kemur alltaf með eitthvað svona ræðu I'm the bee's knees the ladies knees Já. Hann er alltaf að púla eitthvað svona, en þú veist, svo, hann er svona alveg skemmtlegur, þú veist, það er alveg spennandi gæði sko. Þetta er geggjagur. Já, ég fíla hann. Curtis Blade er enda svolítið stórt challenge fyrir hann sko, þannig ég verð nú vel að gefa þetta á Curtis Blade sko. Eiginlega, en hann er bara rétt svo smá favorite sko, ég held að það sé frekar jafnt. Jaha. Já, 1-8 og 2-0-5. Já, ok, það er galið sko. Ok, það er mjög fyndið. En ok, Dominic Reyes á móti Johnny Walker. Já. Johnny Walker ekki búinn. Er ekki Dominic Reyes búinn? Nei. Sko, hvað var Dominic Reyes á móti Carlos Ulberg? Ok, kannski er bara Carlos Ulberg miklu betri. Já. En við heldum að hann væri, þegar hann mætti Dominic Reyes síðast. Já, hann er það náttúrulega. En, ég veit ekki. En ég hefði haldið að, já, sko, ef að Dominic Reyes vinnur ekki þennan bardaga, þá er hann búinn. Já. En ég hefði ekki haldið að Johnny Walker væri líka búinn. En ég elskar hann bardaga. Já. Ég meina, þú veist, Dominic Reyes er ennþá rank nummer 6, sko. Já. Og þú veist, er búinn að vera, þú veist, með góða sigra, fyrir utan, þú veist, þegar hann er að teka þess að tap hrínu þarna en sigra svo þú veist Justin Jacobi og Nikita Krylov sem að fæma hann til að halda hann sé ekki eða góður. Nei, fyrir ekki, hann er rankt með 10, það er mismunandi hvað stendur á Tapology og UFC. Já, Tapology með sitt eigið rankingsystem. En þú veist, já Johnny Walker samt alveg svona hefur litið ágætlega út en nei, ég held ekki búinn, ég held þetta bara góðu fight. Já. Ég held þetta bara erfitt en bara þú veist Johnny Walker er með glerhöku samt sko. Og er óslega vandræðalegur. Að við hafa trú á Dominic Reyes einu svona henni. Já, ég hallast að Dominic Reyes sko. Já. Ég tek því. Hvað segir
Ég verð að segja, það er voða margir barðar á þessu kardi sem mér er eiginlega alveg sama, sko. Eða? Já, þú veist, mér er eiginlega alveg sama, þú veist, Dominic Reyes og Johnny Walker segjum einhverju annarkvort þeirra eigi gott performance. Ég er ekkert að fara að vera eitthvað sérstaklega spenntur fyrir þeim. Ég er ekkert eitthvað, hvað ég hlakka til að sjá Dominic Reyes í næsta barða. Nei, ég er samanlega því. En ég er, sko, mér finnst þetta er skemmtilegt kard, að því ég er til í að sjá Johnny Walker og Dominic Reyes berjast. Já. Mér finnst það skemmtilegt kard. Ég er til í að sjá Kevin Holland og Randy Brown berjast. Það er góð fætt, sko. Þú veist, það er góð fætt. En, þú veist, fætt sem er eiginlega hálf galinn, það er Cup Swanson á móti Nate Landwehr. Já, ég veit það, já. Cup Swanson er sko 42. Já, mitt. Ég bara get ekki... Og þú veist, þú fær fína stuðul á Nate Landwehr, sko. Já. Hvað var það? Ég kom mér þetta óvart. Ég held að það er miklu meiri munur á þeim tveimur. Já, sko, Nate Landwehr er 1.77. Já, 1.77. Það er bara sömu líkur og fucking Iri Prohaska. Já. Þú veist, já. Þannig að þú veist, það er svona eitt og annað á þessu... Ég sé fyrir mér eitthvað geggja 5-legg parlay á þessu kartið frá mér, sko. Já, en sko, hvernig var aftur Cup Swanson sigraði Billy Quarantillo 2004, desember, svona 1,5 ár síðan. Hvernig var, hann bara las hann eitthvað, þú veist. Ég man ekki... Cup Swanson er bara góð bóksar, sko. Mjög góð bóksar, já. En hann er samt 42, sko. Já, nefnitt. Nate the Train, sko, já. Já, bara, ég er svona, já, þú veist, ok, og þú veist, Cup Swanson líka komin í að rytman, svona vinnur eitt, tapar einum, sko. Já. En þetta er svona annar partæði, þú veist, þó Nate Landwehr vinni Cup Swanson, ég er ekkert að fara að vera eitthvað, Nate Landwehr. Nei, þú heldur ekki eitthvað svona, Cup Swanson er komið tilbaka. Nei, þú veist, sorry, þú veist, við erum náttúrulega kannski jobbið okkar hérna í þessu podcast, þeir reyna svona hæput upp og svona, þú veist, benda á að skemmtla það. Já. En þú veist, það er voða margir barðaðana sem mér er eiginlega bara drullið saman, sko. Ég hefði ræðis alltaf öðru þessu upp, þú veist, eins og Matthews Gamrot og Esteban Ribovics, mér finnst það geggjaði fætt. Ég hefði hent því bara í, þú veist, 3. fættin eða eitthvað, 3. 4. í staðan fyrir það á prílims, fattar við. Tatiana Suárez, Lupita Godinez, skemmtilegur kvennabardaði hana, mjög neðalega. Þú veist, fyrsti bardaðin til að byrja kartið, þú veist, Charles Radke, Francisco Prato, þetta er einn af þeim sem ég er mest spenntur fyrir á öllu kartinu, sko. Þannig að mér finnst röðin á þessu svolítið skrítin, sko. Svo eru bara eitthvað main card bardaðar sem gæti ekki verið meira saman, sko. Já. Ég er svona lala samanlegar. Mér finnst bara gaman að sjá Patricio Pitbull berða sem þetta Aaron Pico. Mér finnst svona... Það er features prelim. Já, allt þetta kvöld er miklu meira bara skemmtanagildi. Það er bara gaman að sjá þessu gauðir að berjast, en hefur ekkert að gera með deildina á stöðuna. Nei. Þetta er bara til að gefa, þetta er bara, þú veist, hver fær beltið hans alls byrja. Það er eina sem þetta kvöld snýstum. En skemmtilega einhver síður, sko. En ég sé fyrir mér að ég sé að fara að veðja og gera eitthvað skemmtilega síður. Já, þetta er skemmtilegt kvöld að betta á, sko. Já, ég hugsa að, þú veist, það er alveg svona, mér veist, maður sé mikið value í þessum stöðlum. Já, þar, sko. Einmitt, þú veist, ég hef ekki trú á Cup Swanson 42 og, þú veist, ég er meiri Aaron Pico maður. Mér veist, Esteban Ribovics og Matthews Gamrot, mjög áhugaverður fætt. Ég ætla mikið Lupita Godinez maður en Tatiana Suárez mikið í því að bara wrestlefokka þessar stelpur. Chris Patilla hefur verið mjög spennandi. Það fikk búið til eitthvað monster parlay. Er þetta þessi klikk það? Nei, ég er svona að hæla þetta fyrir sjálf mig, sko. Okay. Fuck, já. En þú veist, þetta getur alveg eitthvað svakalegt. Já. Ég er alltaf að bíða til því að ég vinni bara eitthvað huge. Ég kom með eitt gott 4-leg parlay. Ég er með Iri Prohaska, Nate Landwehr, Aaron Pico og Curtis Blades. 7,49. Ok. Fair enough. I like it. Já. Ég ætla að skoða þetta betur. Ég ætla að leggjast yfir þetta og sjá hvernig ég finn ekki... Við hljótum að geta fundið eitthvað skemmtilegt til að gera official Emma fyrir þetta. Já. Það ekki. 100%. Við erum að gera það alltaf við númerið í eventin. Jú, 100%. Ég hugsa að sko, mér langar svo að fara að kaupa mér íbúð. Mér ætlar almennilega útborgun. Ég ætla ég væri til að vinna svona 10 milljónir inn á Coolbet. Og bara, takk strákar, legg þetta bara inn á mig. Og svo þarna reikninguna. Það er svona, hérna, átti ekki að fá það einhverja inni. Það var stóraldur að byggja neitt þannig að maður er búin að vinna einhver bets. Það var svo síðasta sumar og ég held bara
Ég væri til að leggja hérna með svona 1.000 € núna. Ég hef búin að græða svo ógeðslega mikið í sumar. Ég held ég að kassa út svona 5.000 € á svona 5 mánuðum eða eitthvað. Og svo var ég bara, ætti ég að skipta veðmálsíð? Ég er bara að kassa út 500.000. Ég verði að fara að skipta út. Ég var líka einhver smá lúsinsríki og ég var bara strákur, ég in the hemorrhaging money, getið lagt hérna mig. Bara, ég sé nú bara hérna. Já, þetta svona að gaman að þessum. Við fáum Tyson Fury næstu ekki. Já. Hérna á móti Makhmudov. Ég veit ekkert hvað sem Makhmudov Nei, ekki heldur sko. Ekki þannig sko. En hérna ég veit, ef að Makhmudov væri ekki að berjast Tyson Fury þá væri við ekki að tala um hann. Þá væri við ekki að tala um hann sko. Nei, já, það er 100%. Þannig að ég er ekki bara eitthvað yfirpeppast yfir Makhmudov sko. Þetta er einhver sko rússi sem er fighting out of Canada. Áhugaverð blanda. Já, kanadískur rússi. Já. Ég bara I like it. En var ekki svo, en sko Fury var alltaf hættur. Já, svo var hann bara mökk þunglyndur. Já. Og þú veist, hann bara getur ekki lifað án svo verið í kampi. En þú veist, Tyson Fury er ekki nema 37 ára gamall. Man finnst eins og hann sé 47 ára gamall. Já, hann er bara 37. Já, það er áhugavert. En og þú veist, síðustu 2 bardagar hann alltaf bara verið Oleksandr Usyk. Þannig að þú veist, hann þú veist, er alveg, þú veist, splitti sér sinum á því Usyk, þú veist, hann er still got it, hann er séð, sko. En það var áhugavert að sjá hvernig það stendur sig núna. Eða hvort það sé þarna eitthvað hungrað fyrir ljón sem er að fara að taka hann út. Já, sko 21, 2, 34, 2 sko er staðan á Fury bara basically þannig að hann er svo ógeðslega þungliður að hann bara lifir ekki af lífið án þess að hann er bara í kampi. Já, basically. Það kom svolítið fram í þessu heimildarþættinum með mann. Já, og að gefa eitthvað svona hún leiðist bara mikið að hann hættur að berjast, hann bara þurfti að fara að gera eitthvað. Já, það er enda klika. Það er mjög fyndið. Maður skilur líka alveg, ég meina bara, þú veist, það highest sem þú færð við það að vera að berjast heimsmeistaratitil í nefuleikum yfir því að vera allt í einu bara eitthvað býrð í hvað heitir staðurinn sem hann býr í? Morecambe. Allt í einu ertu bara eitthvað gæi í Morecambe. Það er fucking leðilegt, sko. Já. Það er ekkert að frétta annars, sko. Akkur flýtur hann ekki? Hvað er hann að gera í Morecambe? Já, náttúrulega. Er ekki, sko, Morecambe er eitthvað svona eitthvað skítapleis. Já, bara UK Wiki. Hann á $200 milljónir, þú veist. Já. Hvað er það að gera í Morecambe? Hvað ertu að gera hann? Þú veist ekki fucking Monaco eða eitthvað. Eða þú veist, ég veit ekki. Þú veist ekki bara einhverju eigi. Já, bara, þú veist, já. Þetta veist bara, ég hef aldrei heyrt neitt segja neitt gott hennar stað. Eitthvað svona. Það er bara eitthvað dammi var stólið af henni buxunum hennar og eitthvað, var það ekki? Jú. Já, bara eitthvað, já. Mér langar samt að fara ánga bara af því að þetta er svo mikið skýta place og þú veist, ég er spenntur fyrir þessu. Getur gert það í næstu MMA-fréttaferð? Já. Eigum við reyna að berjast í Morecambe? Berjast í Morecambe? Já, maður, berjast í Morecambe, maður. Ég er fucking til það. Já, ég veit ekki sko hvað ég fjölir það þetta bókskvöld sko. Nei, bara basically láta hlustundu vita að þetta sé í gangi. Þú veist að því að það hef farið alveg lítið fyrir þessu. Einmitt, þetta er sko í Tottenham Stadium. Já. 11. apríl á laugardögunum. Þannig að þetta er á góðum sko, þetta er á góðum tíma. Gátt ekki fundið meira eitthvað en Ghetto Stadium í Englandi. Nei, tjóðlega er sko Tottenham hverfið. Það er eitt versta hverfið sko. Já, það er eitt versta hverfið. Já. Það er mjög spes. Og við vorum rétt hjá Tottenham hverfinu. En við vorum aðeins meira Arsenal hverfið. Aðeins meira Arsenal megin sko. Já. Þeim vorum. En Conor Benn er á þessu kvöldi líka. Já, ég er meira spennt fyrir honum sko. Já, og það er basically eini bóksan sem ég tekki á þessu kvöldi. Já. Þú veist, fyrir utan Tyson Fury. Svona, ef þú spáir blind, hvernig heldur þetta fari? Bara, ég bara veit það ekki maður. Ég væri bara að tala með raskatinu sko, ef ég fara að segja eitthvað núna. Ertu ekki meistari í því? Jú, ég ætla að spá tapi. Það sem Fury tapar. Tapi bara á móti Á móti Arslanbek, Makhmudov.
Já. Þú veist, ég veit ekki, þú veist, hann er þú veist, kannski er hann á röngum forstum, þú veist kannski hefði hann bara átt að hætta. Já, ég það samanlega sko. Ekki nema að bara koma með eitthvað comeback eitthvað, en ég veit það ekki. Ekki kallt að comeback. ef við kíkja á stöðuna. Coolbet segir 1.14 og 5 á Makhmudov. Ég er að fara að setja á Makhmudov, sko. Já, það er alveg sko, hvað er samt gangi á Coolbet sko, þeir eru alltaf með eitthvað svona þeir eru alltaf með svona ísbjörn sem er búið að vera svona lukkudýra þeirra og sem er búin að fá svona sömu yfirferð og kókumjólkurklói, hann er svona gett massaður. Þegar kókumjólkurklói er alltaf náttúrulega gett jacked og bara, þú veist, ógeðslega skorinn og ísbjörnum Coolbet er það líka, hann er nú alltaf í einhverjum íþróttum og eitthvað og hann er bara orðinn fucking jacked og ógeðslega góða formi. Galið dæmi sko. En já, ég geti alveg séð fyrir mér að setja smá pening á Makhmudov. Já, 5 stöðul, já. Já, en á sama tíma, þú veist, bóks alltaf bóks, skilur við, maður veit aldrei hvað er að gera svona og hver á að vinna á hvern og hvað er að gerast behind the scenes og... Ég spyr alltaf bara kolla á Davíð Rúnar eða eitthvað. Já, ertu bara í einhverju pillótóki við þá á kvöldin. Já, en þú veist, þegar maður svona, veit ekki einhvern bara þá heyrir maður þeim tveimur. Já, það er svo mikið sens. Það er mikið sens. Bara alltaf að vita eitthvað hvað ég á að betta á. Þetta var veðmála advice. Já. Nei, ég man ég síðast á Úsík bara þá spurði ég Kolla hvernig fer þetta og hann sagði eitthvað og ég betta á það bara og það var rétt hjá hann. Það var ekki, hann myndi klára Dubois, það ekki? Jú, Dubois KO. Já, og það var rétt hjá hann. Sounds about right. Nice. Herru, ef við ekki bara slá bóttin í það? Jú, ég held það. Jú, þetta var þáttur sem ég kveið mikið fyrir. Já. Við erum bara búin að góðan tíma. Ég átti vona að vera að fara út bara kl. 11 en ekki bara rétt yfir 10. Já, ég var með þess að ég var bara búin að segja við konuna ekki gera henni væntingar. Nei. Ég er ekki bara að koma. Ég er ekki bara að koma. Já, þú ert alltaf að keyra til Keflavíkur. Hvað líður að vera Keflavíkingur? Fínt bara. Aha. Það komur á óvart sko. Aha. Já, ég er greinlega bara orðinn gamall og eitthvað. Þú veist, ég finnst næs að þú veist, bara maður vaknar og skrúar upp gluggagardinnar og horfir svona yfir flugvöllin. Þetta er bara eitthvað svona the dirty south. Já, einhvern veginn svona maður veit ekki einhvern veginn bara er ég Keflavík eða Luton, ég veit ekki bara, þetta er bara flugvöllur, skilur. Svo white trash stemming. Já, þú veist, ég ásöldi heima þar sko. Já, það er þessi white trash stemning sem að höfðar mjög til mín sko. Já, svo ertu náttúrulega Kani. Já, fyrir utan það sko. Sko ekki bara Kani sko, Suðuríki Kani sko. Já. Ég hef rætur að reykja til sko Arizona og Texas. Það er sko úr sikkur ættinni sko. Já. Þannig ég er svona, já, þetta er alveg ástand á kallinum sko. Það er gaman að þessu. Herri, við ætlum að slá botni í það. Já. Komum sterkir tilbaka næsta mánudag, gerum upp UFC 327. Aðeins meiri orka, kannski aðeins svona ekki mikið sem þarf að ræða á stuttum tíma sko. Og svo er bara nóg að frétta. Alltaf fréttin á fréttum.is. Nákvæmlega. Þú veit sem ég langar alltaf að bæta við sem við glemum ekki það. Það er, hlustundur, like, share and subscribe. Saman hvar við erum, þú veist, á Instagraminu, á YouTubeinu. Við viljum að þið likeið þetta og þið followið þetta og þið subscribeið og kommentið og allt svona. Já, einmitt. Já. Það hjálpar okkur. Það er endilega hjálpað okkur. Það hefur það heldur ljósunum gangandi. Já, nákvæmlega. Já, þannig greiðum við rafmagnsreikninginn. Þannig að þetta er klikka líf og við viljum að þið klikkið á like-takkan. Gaman að þessu. Herri, við sjáumst eftir að vikuliðinni. Þökkum öllum fyrir að hlusta. Haldið áfram að vera frábær.